Góðan daginn, þá hefst fundur í bæjarstjórn Árborgar, haldinn hér í Grænumörk 5 á Selfossi, þann 27. maí 2024. Þetta er 40. fundur bæjarstjórnar. Mætt eru Kjartan Björnsson, sá sem hér stendur forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúi í D-lista, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, ég bið ykkur að slaka á símum, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Það var akkurat það sem ég hnaut of seint þetta er svona vélrænt. Við afsökunar á því, Helga Lind Pálsdóttir er ekki, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi í D-lista er hér á fundinum, en ekki Helga Lind, afsakið þetta. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og starfsmenn fundarins eru Rósa Sif Jónsdóttir og Sigríður Vilhjálmsdóttir lögfræðingur. Nú, fyrst er til að nefna, eins og við gerum alltaf í upphafi fundar, að hvort það séu athugasemdir við boðuð fundargögn og því miður að þá eru hér 3 atriði sem að ekki eru alveg samkvæmt því sem það kannski ætti að vera. Það er einhver yfirsjón í því, en það er samsett í 7. máli þar sem er talað um kosningi nefndir og ráð og stjórnir til 4 ára, ætti náttúrulega að vera til 2 ára. Og síðan er það í 8. lið þar sem er talað um sömuleiðis kosningi nefndir, stjórnir eða til að sækja aðalfundi til 4 ára, það á náttúrulega að vera til 2 ára. Og síðan er í 10. lið þar sem eru reglur um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna, þar sem segir lagðar fram endurskoðaðar reglur um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna, punktur. Ásamt greinargerð, það er engin greinargerð með því. Þetta er það sem ég vildi nefna hér í byrjun og óska eftir leyfi fundarins til þess að biðja fundarritara að breyta í gögnum fundarins, þannig að þetta sé nú bara rétt hjá okkur. Það getur öllum yfirsést og það er bara þannig stundum og til þess erum við öll hér til þess að minna hvort annað á. Það eru einhverjar aðrar athugasemdir við boðaðan fund og það fundarboð sem hér fyrir liggur. Ef svo er ekki, að þá göngum við til fundar og förum hér í fyrsta mál á dagskránni. Það eru gjaldskrár 2024. Það er tillaga frá 7. fundi menningarnefndar frá 21. maí liður 4. Tillaga að gjaldskrá fyrir leigu á fánaborgum. Farið er yfir tillögu að gjaldskrá fyrir leigu á fánaborgum. Menningarnefnd samþykkir fyrir sitt leyti tillögu að gjaldskrá og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja gjaldskrána. Nefndin telur að flöggun og fánaborgir eigi ekki að tilheyra menningardeildinni. Þetta er svona bætt þarna fyrir neðan, en ég opna fyrir mælendaskrá. Já, það er hérna í fylgir málinu. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur kveðið sér ljós. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og tilheyrendur. Ég er ekki með neinar athugasemdir við þessa gjaldskrá sem slíka, nema ég velti fyrir mér af hverju hún er að koma núna en ekki þegar við vorum að vinna, eða sem sagt eins og allar aðra gjaldskrár koma venjulega með fjárhagsáætlun og við erum að samþykkja þær í desember. En ég ætlaði einmitt að tala um að það er langeðlilegast að það sé eigna- og veitusvið sem að sinni þessu málaflokki og það eru auðvitað þeir sem eru að það er haft samband þangað til að leigja út fánaborgirnar og það er eðlilegast að þetta sé þar afgreitt í gegnum þá á allan hátt. Takk.
Forseti biðst afsökunar að grípa fram í fyrir ræðumanni hér. Hann tók undir og sagði að allt væri rétt sem hann hefði sagt. En þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ástæða fyrir því að þetta er í rauninni lagt fram núna að þessi gjaldskrá hefur ekki verið í rauninni til aðar, þannig að hún er að koma inn núna til þess að skerpa akkurat á þessum þætti. Þegar það verið að leigja út þessa hluti til aðila, þá er gott að við séum með gjaldskrá það og þess að við erum samþykkt núna. Ég tek heilsugar undir með bæjarfulltrúa Örnu Ýr og það kom fram með mitt í innganginu á nefndinni að það þarf að skoða með þetta tiltekna verkefni sem hefur alltaf farið í gegnum þjónustumiðstöð, bara frá upphafi og frá því að sá sem hér stendur bara að vinna í þessum málaflokki líka. Þannig að það held ég að sé eitthvað sem við ættum að skoða núna við bæði fjárhagsáætlunarvinnu og í haust að frá nýju fjárhagsári ef það er hentugast að þá færist þetta verkefni yfir á þann lið, en það er bara vinna sem við þurfum að vinna í framhaldinu. En ég held að sé mjög gott að við sem komum með gjaldskrá þennan lið þegar við erum að leigja hluti í eigu sveitarfélagsins út til annarra aðila. Hvort sem að sveitarfélagi síðan í einhverjum tilfellum gefur afslátt af gjaldskrá og annað þegar þannig aðilar eða hátíðir eða annað eru að þarna fá afnot af þessu, en það er það bara sér ákvörðun hverju sinni, svo að því við vitum alveg hvernig það hefur verið í gegnum tíðina, sveitarfélagi hefur stutt ákveðin verkefni með til dæmis fánaborgum eða öðru sem sveitarfélagi á. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi. Eru fleiri sem vilja beða sig hljóðs undir þessum lið, fyrsta lið á þessum 40. fundi bæjarstjórnar Árborgar? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að öðru máli á dagskrá fundarins. Það eru Norðurhólar 5, deiliskipulagsbreyting, verslunar og þjónustu, lóðar og leikskóla. Fresta mál frá 28. fundi skipulagsnefndar þar sem tillaga var tekin til afgreiðslu að loknum auglýsingatíma og eftirfarandi var bókað. Skipulagsnefnd telur að megin áhrif tillögunnar snúi að íbúum við Dranghóla 41 til 51 auk Dranghóla 10 til 12. Einnig að Heiðarstekk 1 til 3 og Móstekk 7 til 51 meðfram Suðurhólum auk Melhóla 1 til 19 og að litlum hluta Hraunhólum. Nefndin bendir á að í kafla 3.1.1 aðalskipulags Árborgar er átt við að nýbyggingar íbúðabyggðar ekki verslunar og þjónustu í kafla 3.1.3 í aðalskipulagi Árborgar 2020-36 er eftirfarandi listað upp. Stefna að verslunar og þjónustusvæði verði fjölbreytt og þjóni öllu sveitarfélaginu sem á nærsveitum. Að uppbygging á verslunar og þjónustusvæði sé með þeim hætti að hún stuðli að gönguvænu umhverfi og styðji við vistvænar samgöngur. Með gönguvænu umhverfi er átt við að leitað sé eftir að tryggja umferðaröryggi, gangandi vegfarenda og aðgengi fyrir alla. Almennir skilmálar. Við deiliskipulagsgerð skal hugað að öruggum og aðgengilegum gönguleiðum á og við rýmisfrek bílastæði og að tryggt sé að gönguleiðir innan lóða tengi stígakerfi sveitarfélagsins utan þeirra. Húsnæði á verslunar og þjónustusvæðum verði að jafnaði á 3 til 6 hæðum eins og nánar er skilgreint í deiliskipulagi. Nýtingarhlutfall er á bilinu 1 til 2,5. Ef verið er með bílastæðakjallara getur nýtingarhlutfall verið alltaf 3. Heimilt er að vera með djúpgáma fyrir sorp úr töflu 3, VF 9, Norðurhólar 4,7 hektarar og svæðun er fyrirhugað að verði verslun með dagvöru og aðra þjónustu fyrir hverfin í kring. Nýtingarhlutfall á bilinu 1 til 2,5. Skipulagsnefnd áréttar að auglýst tillaga er í samræmi við gildandi aðalskipulag Árborgar þar sem tiltekið er í kafla 3.3 að hús skuli vera jafnaði 3 til 6 hæðir. Hins vegar telur nefndin sig geta komið til móts við athugasemdir og samþykkir að tillögunum verði breytt á þann veg að áætluð hæð verslunar og þjónustuhús verði lækkuð úr 12 metrum hámarkshæð niður í 10 metra hámarkshæð með heimild til 2 hæða byggingar með lágreistu þaksniði. Einnig verði möguleiki á að bygging verði með flötu þaki og þá verði hámarkshæð 9 metrar. Vegna lögunar lóðar telur nefndin að færsla bílastæða til norðurs sé ekki möguleiki. Við vinnslu uppfærðra tillögu verður gerð aukin krafa gróður á lóðarmörkum. Nefndin telur að óveruleg áhrif sé að ræða gagnvart bygging á 2 til 3 hæðum gagnvart vindstrengjum á alla þá aðila sem gerðu athugasemdir.
Margar af fasteignunum séu fjarri áhrifasvæði nýs verslunar og þjónustuhúsnæðis. Nefndin telur rétt að koma til móts við athugasemdir íbúa gagnvart hæð byggingar og mun koma fram með tillögu sem sýnir fram á að hús á 2 hæðum með hámarkshæð 10 metrar. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúi kalli eftir uppfærðri tillögu með ofangreindum breytingum og verði tillagan lögð fram til samþykktar á næsta fundi skipulagsnefndar. Lögð fram breytt tillaga þar sem komið hefur verið til móts við athugasemdir íbúa í Dranghólum og Móstekk og bygging verslunar og þjónustuhús lækkað. Breytt tillaga gerir ráð fyrir að verslunar og þjónustuhús verði lækkað 1 hæð, það verði 2 hæða hús með 9 metra hámarkshæð með lágreistu þaksniði og eða bygging verði með flötu þaki og þá hámarkshæð 8 metrar. Þá hefur verið skerpt á texta í greinargerð varðandi látlausa og glíulausa lýsingu auk kvaða gróður á lóðarmörkum. Skipulagsnefnd samþykkir uppfærða tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist því til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli síðan skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Þá þessum lestri lokið og svo eru hér fylgiskjöl sem að birt verða að fundi loknum. En ég opna fyrir manndagskrám, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, þetta lóð sem hefur verið þarna eigu sveitafélagsins frá upphafi skipulags og alltaf staðið til að þarna kemur verslun og þjónusta og verið úthlutað en skilað inn og á endanum síðan afturkallaði þarna sveitafélagi lóðina og núna að klára deiliskipulag þannig að við getum farið í þarna útboð á lóðinni en leið verið að aðlaga leikskólalóðina að þá stækkun Jötunheima sem held ég náttúrulega verkefni sem búið í gangi undanfarin ár. Það hefur verið gott þarna kom í rauninni mjög skýr athugasemd frá íbúum í athugasemdarferlinu og tókum tilliti þess en vildum fá uppfærða tillögu þannig að við getum fengið aðeins viðbrögð við þeim hugmyndum sem nefndin hafði eftir þann fund. Áttum gott spjall við íbúana þess og færðum rök fyrir því að það væri hægt að lækka bygginguna örlítið frekar og það var í rauninni uppfærð tillaga sem kom að því en leið skerpa á gróðrinum og færði yfir bílastæðimálin og aðra hluti í þessu þannig að von okkar að það sé sem mest sátt þá tillöguna því það eiginlega bara jákvætt að þarna muni rísa verslun og þjónusta fyrir nærumhverfið. En kemur tillögu vegna þess að ég bið aftur afsökunar eins og ég gerði síðast að nú þarf ég að lesa upp aðeins rónsu vegna þess að það kom athugasemdir þá til þess að við getum sett þetta rétt inn til Skipulagsstofnunar þá þarf bæjarstjórn að gera athugasemdirnar að sínu og kem því með eftirfarandi tillögu að bókun fyrir okkur. Bæjarstjórn Árborgar sammála skipulagsnefnd og telur að megin áhrif tillöguna snúa að íbúðum að Dranghólum 41-51 auk Dranghóla 10-12. Einnig að Heiðastekk 1-3, Móstekk 7-51 meðfram Suðurhólum auk Melhóla 1-19 og að litlum hluta Hraunhólum. Bæjarstjórn bendir á að í kafla 3.1.1 aðalskipulags Árborgar átt við nýbyggingar íbúðabyggðar ekki verslunar og þjónustu. Og ég ætla bara að laga strax hérna áður en ég senda ég sé einsláttar villi hérna þjónustu. Í kafla 3.3 aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 eftirfarandi listað upp stefna að verslunar og þjónustusvæði verði fjölbreytt og þjóni öllu sveitafélaginu sem og nærsveitum. Að uppbygging á verslunar og þjónustusvæði sé með þeim hætti að hún stuðla gönguvæn umhverfi og styðji við vistvænar samgöngur. Með gönguvæn umhverfi átt við að leitast sér eftir að tryggja umferðaröryggi gangandi vegferð og aðgengi fyrir alla. Almenni skilmálar. Við deiliskipulag skal hugað að öruggum og aðgengilegum göngulögum og á rýmisveg bílastæða og tryggt sér gönguleið innan lóðar tengi stígakerfi sveitafélagsins utan þeirra. Húsnæði verslunar og þjónustusvæðin verða jafnæði á 3-6 hæðum eins og nánari skilgreint í deiliskipulagi. Nýtingarhlutfall á bilinu 1-2,5. Ef verið með bílastæðakjallara getur nýtingarhlutfalli verið alltaf 3. Heimilt að vera með djúpgáma fyrir sorp og úr töflu 3 Vafþótt 9, Norðurhólar 4,7 hektarar og svæðinni fyrir að vera með verslun í dagvöru og aðra þjónustu fyrir hverfin í kring og nýtingarhlutfall þá á bilinu 1-2,5. Bæjarstjórn vill árétta að auglýst tillaga í samræmi við gildandi aðalskipulag Árborgar sem tekið í kafla 3.1.3 að hússkóla jafnaði verið 3-6 hæðir. En bæjarstjórn telur sig geta komið til móts við athugasemdir og samþykkir að tillögunni verði breytt á þann veg að áætluð hæð verslunar og þjónustu verði lækkuð úr 12 metra hámarkshæð niður í 9 metra hámarkshæð með heimild til 2 hæða byggingar.
með lágreistu þaksniði. Einnig verði möguleiki á byggingu verði með flötu þaki og þá verði hámarksstærð 8 metrar. Vegna lögunar lóðar telur bæjarstjórn að færsla bílastæða til norður sé ekki möguleg. Við vinnslu uppfæra tillögu verði gerð aukinn krafa gróður á lóðamörkum sem kemur fram í tillögunni. Bæjarstjórn telur að með óverulegu áhrif sé að ræða gagnvart byggingum á 2 til 3 hæðum gagnvart vindstrengjum og alla þá aðila sem gerðu athugasemdir. Lögðu fram breytt tillaga þar sem komið til móts við athugasemdir íbúa í Dranghólum og Smástekk og byggingu verslunar og þjónustuhús lækkað. Breytt tillaga gerir ráð fyrir að verslunar og þjónustuhús verði lækkað 1 hæð þar sem verði 2 hæða hús með 9 metra hámarkshæð með lágreistu þaksniði og eða bygging verði með flötu þaki og þá hámarkshæð 8 metrar. Þá hefur verið skerpt á texta í greinargerð varðandi látlausa og klíulausa lýsingu auk kvaða gróður og lóðumörkum. Og þar kemur bæjarstjórn Árborgar samþykkir að uppfæra tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Punktur. Lestri lokið. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Ég reyna að gera hann Guðmundsdóttir, trekk í trekk. Þess afsökunar því. Herra Hósti, ágætu bæjarfulltrúar, áhorfendur og aðrir tilnefnendur. Ég verð að viðurkenna, ég náði þessu ekki. Það komu athugasemdir og búið að bregðast við þeim af þeim aðila sem að semur skipulagið og leggja það aftur fyrir nefndina eða hvað nákvæmlega erum við að tala um hérna? Takk. Takk fyrir það, Sigurjón. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Biðjum orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndir. Já, takk sem ég get alveg vel skilið að þetta vera svona romsaðir upp að það sé í rauninni ákveðin óskilleiki í því. Tillagan var í rauninni auglýst í fyrsta og við tókum hana fyrir hérna í bæjarstjórn og hún var sett í auglýsingu. Það kom inn athugasemdir eins og bara erist inn í skipulagsgátt. Nefndin fær athugasemdirnar og tekur í rauninni tilliti þeirra og það er gerð semst athugasemd hæð byggingar og það er gerð svona sérstaklega athugasemd hæð byggingar, það er rætt aðeins mögulega áhrif þá svona hæðar og byggingu varandi vind, það var rætt einmitt mögulega tilfærsla á bílastæðum. Þannig að þetta voru svona kannski megin athugasemdina sem komu fram. Að öðru leyti komu líka bara með jákvæðar tillögur, það er mjög gott, göngustígarnir batna í kringum þetta, það er passað upp á aðgengi að byggingunni og auðvitað allir, og það kom alveg skýrt frá íbúum, það eru allir jákvæðir fyrir því að komi verslun og þjónusta. Það snerist ekkert um það, þetta snerist að stærstu leyti hæð húsins. Og hættan að væri kannski farið upp á 3 hæðir með alveg upp með maks að það myndi bara vera yfirgnæfandi fyrir byggðin í kring. Það er tekið fyrir á skipulagsnefndarfundi og þar viljum við taka tillit til þessara athugasemda og þar er farið fram með það að fara niður í 10 metra, semst niður 2 metra, festa það að hún geti ekki orðið hærri en 2 hæðir, það geti ekki orðið 3 hæða og þar að leiðandi rökstuð við það þá af hverju værum að gera það því að aðalskipulagi segir annað en við tökum tillit til nærliggjandi byggðar og þá er það sem sagt rökin. Og ef það er bara sléttak þá verður það 9 metrar. Og við óskum eftir því að skipulagsfulltrúi fara með þetta til hönnuðar og leggi svo fram uppfærða tillögu. Þegar að þessi bókun fer út og skipulagsfulltrúi fer að biður hönnuðum að koma með uppfærða tillögu, á því tímabili er rauninni aftur haft ábending eða svona bara sendin ábending til okkar frá íbúum í rauninni að þeim finnist í rauninni hvort að það sé hægt að horfa á það sé hátt í rauninni, það er sett, það hæðin er svona eins og hefði verið hægt að fara neðar með þetta, er það eðlilegt og það var bara farið í þá vinnu með hönnuðum, já, ekkert mál, 2 hæða hús getur svo sannarlega verið 9 hæðir með lágreistu þaksniði eða 8 hæðir með sléttuþaki
9 metrar fyrir ekki, 9 hæðir, vá, við varum komin í 9 metrar og uppfærð tillaga er þar alveg lögð fram með hámarkshæð 9 metrar eða með flut eða flattak sem 8 metra hæð og er það samþykkt í skipulagsnefnd og kemur hingað inn til bæjarstjórnar. En þetta kemur raunni sem svolítil romsa í bókunni því að þetta er þetta að fara fyrir skipulagsnefnd í raunni tvisvar og síðan aftur inn hingað þannig að það verður svolítið eins og belgur að bíða þegar við erum að svara þessu svona til sem er, já, mætti kannski skoða hvort þetta sé að setja upp öðruvísi til þess að þessi skýrara en þetta er ferlið sem það var unnið í. En á móti kemur mjög jákvætt að það verður bara frábært vonandi getum við boðið þessa lóð út bara sem fyrst og það verður farið að byggja það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, beðum orðið. Herra forseti, já, takk fyrir þetta. Já, bara velti ég fyrir mér að þetta getur varla talist minni háttar breyting á tillögunni sem var uppalega auglýst. Það er ekki ástæða til þess að auglýsa hana aftur áður en hún fær þá afgreiðslu í skipulagsnefnd og svo fullnægir afgreiðslu í bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúi tileigendur. Að höfðu samræði við skipulagsfulltrúi þá var talið þetta væri óverulega breytingu að ræða í rauninni í ljósi bara athugasemda og því væri hægt að samþykkja hana beint svona. Það var matið og þess vegna hún lögð bara fram til samþykktar. Takk fyrir þetta. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðum orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég er með eina fyrirspurn því að mér fannst það ekki alveg koma fram hérna í þessu máli. Hvort að í kjölfar þess að farið er í gegnum þessi 2 skref og breytingarnar laðar fram núna sem eru taldar óverulegar. Hver voru viðbrögð þeirra sem að komu með ábendingarnar? Hefur þetta verið staðfest og er umverulega komin samþykki allra hluta að eigandi málið eða er einhverjar deilur ennþá? Það væri gott að það kæmi fram. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Freyr. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Að því sem ég best veit eftir þau samtal, nei, þá eiga ekki að vera neitt í rauninni ósætti vegna þess að það snerist að langmestu leyti hæðin á húsinu, tryggja það að væri ekki möguleiki á að sá sem mögulega myndi vera hæstur í útboði og færi þarna inn myndi koma með tillögu að 3 hæða húsi sem nær ómögulegt með þessa hæðnum og það ætlar að hafa mjög lága loftið því það er náttúrulega að gera ráð fyrir þykkt plötu og síðan þaks í þessum hámarkshæð. Þannig að það var í rauninni talið. En lögformlegt ferlið er eftir að þetta er samþykkt og það fer. Þá getur, þá semst þetta tilkynnt, það öllum athugasemdum svarað formlega, en viðkomandi getur þetta kært niðurstöðuna. Það er bara lögformlegt ferlið sem þú mátt gera í framhaldinu ef þú ert ósáttur við þá tillögu. Og það er bara ferlið sem fer þá í gang ef einhver vill það í rauninni. En öllum athugasemdum er svarað og þarna er í rauninni bara verið að bregðast við athugasemdum með þessari nýju tillögu og reynt að hafa eins gott samtal og hægt er, þannig að ég hef fulla trú á því að þetta verði eins góðri sátt og hægt er miðað við bara þá stöðu með samtölu sem við máttum. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu öðru máli á þessum 40. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar? Ef svo, já, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Við erum orðið. Já, takk fyrir þetta. Herra forseti. Kannski í framhaldi af þessu og í framhaldi af því sem að bæjarfulltrúi Arnar kom inn á, þá ætla ég að gera það að tillögu minni að bæjarstjórn samþykki að láta
auðlýsa tillögun aftur, þar að segja uppfæra tillögu vegna þess að þetta er á þannig svæði, þetta er nálægt íbúðabyggð og þetta er þannig starfsemi að ég held að þessi nauðsynlegt að hafa ríkið þetta fullsátt og ekki ætla ég að fara halda það fram að ég viti meira skipulagsmál en skipulagsfulltrúin okkar en einhvern veginn finnst mér heil hæð til eða frá er aðeins meira en minni háttar breyting á skipulagi. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Það hefur óskað eftir að gera örstuð fundarhlé til að fara aðeins yfir málið og bera saman bækur og við gerum örstuð fundarhlé, 2-3 mínútur.
Jæja, þá fundi framhaldið eftir örstuð fundarhlé. Við vorum að ræða hér tillögu númer 2 á þessum 40. fundi bæjarstjórnar Árborgar Norðurhóla 5. Það deiliskipulagsbreyting, verslunar og þjónustulóðar og leikskóla og það búið að fara hér yfir málin í fundarhlé og ákveðið að halda áfram með málið en það liggur fyrir tillaga frá Sigurjóni Vídalín Guðmundsssyni, bæjarfulltrúa S-lista það að auglýsa tillöguna aftur og þá hún gengur náttúrulega lengra þannig að ég óska eftir að menn greiði hér atkvæði það þeir sem eru samþykkir því að auglýsa tillöguna aftur vinsældarskeiði merki. Þeir sem eru á móti það fellt með 6 atkvæðum 5 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista og 1 atkvæði bæjarfulltrúa A-lista og samþykkt tillögunum var 1 bæjarfulltrúi D-lista, 2 bæjarfulltrúar S-lista og 2 bæjarfulltrúar B-lista. Þá ber ég tillöguna upp eins og hún hér fram borin að öllu því framansögðu sem hér hefur farið fram, bæði í umræðum og kynningu á málinu. Þeir sem eru þessu máli samþykk, vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það samþykkt með 6 atkvæðum, 5 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista og 1 atkvæði bæjarfulltrúa A-lista og 1 bæjarfulltrúi D-lista, 2 S-lista og 2 B-lista sitja hjá. Þá komið að 3. máli á dagskrá fundarins sem ráðning bæjarstjóra kjörtímabili 2022 til 2026 og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, víkur sæti, víkur úr sal og inn kemur Guðmundur Ármann Pétursson, varabæjarfulltrúi D-lista og meðan við afgreiðum það mál. En það sem sagt tillaga hér fyrir fundinum. Tillagan að Bragi Bjarnason til heimilis að Berghólum 26, 800 Selfossi verði ráðinn bæjarstjóri sveitarfélagsins Árborgar til loka kjörtímabils 2022 til 2026. Og hér eru fylgiskjöl meðal annars ráðningarsamningur við Braga sem að fylgir með. Vilja ég lesi hann upp eða láta þetta duga og opna fyrir mælendaskrá? Nei, það ekki óskað eftir því, þannig að ég opna fyrir mælendaskrá einhverju sem vilja tjá sig þetta 3. mál á dagskrá fundarins. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, við biðjum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það svona kannski fyrir það fyrsta ef að maður les yfir samningin bara svona það sem hann inniheldur. Þá svona það sem kemur aðeins á óvart í samningnum, svona ef að maður bara talar innihald samningsins. Það að það greinilega gildir ekki það sama alla hjá D-lista að það þarna í þessum nýja samningi þar talað 3 mánaða biðlaun. Fyrrum bæjarstjóri hafði engan biðlaunarétt og ég furða mig á því að það gildi ekki það sama alla sem að ég taldi vera að gegna sömu stöðunum og sinna jafn mikilvægum störfum. Þannig að ég furða mig á þessu og langar nú aðeins til að fá svör við því af hverju þetta ekki eins á milli samninga, af hverju samningarnir ekki eins hjá öllum. En svo auðvitað við tjáðum okkur náttúrulega þessa ráðstöfun sem að var hér ljós í upphafi kjörtímabilsins að stæði til að skipta
þessu mikilvæga starfi í tvennt. Eða það er að segja það stæði til að einn gegndi þessu hlutverki í 2 ár og svo myndi annar taka við eftir 2 ár. Og við gagnrýndum það á sínum tíma að okkur þótti þetta ekki, fulltrúar Samfylkingarinnar gagnrýndu þetta, okkur þótti þetta ekki vera starf sem heppilegt til þess að skipta á miðju kjörtímabili. Þetta er gríðarlega umfangsmikið starf. Bæjarstjórastarf er gríðarlega umfangsmikið starf. Það tekur langan tíma að setja sig inn í þetta. Það eru margir þræðir sem þarf að halda í og bæjarstjóri, eitt mikilvægasta hlutverk bæjarstjóra er að vera yfirmaður allra starfsmanna sveitarfélagsins. Og mér finnst það ábyrgð hluti að finnast það bara í lagi að það sé ekki stöðugleiki þegar kemur að því hver gengur á undan sem svona þessi sem stöðugur leiðtogi sem leiðir starfsemina, leiðir hlutina og er sem sagt höfuðið í fyrirtækinu. Mér finnst ábyrgð hluti að það sé vera að skipta svona mikilvægum og dýrmætum starfsmanni sveitarfélagsins út eftir 2 ár. Mér finnst það líka ábyrgð hluti að ekki skyldi hafa verið endurskoðað og farið ofan í sauman á hlutunum aftur eftir þessi 2 ár af því að við vorum inn í tímabili sem var ekkert venjulegt tímabil. Hvað fengum við margar stýrivaxtahækkanir? 14. Við fengum 14 stýrivaxtahækkanir á 2 árum. Þetta er búið að vera rosalega sérstakt tímabil þessi 2 ár. Þetta hefur kostað okkur mikla vinnu, þetta hefur kostað bæjarstjóra mikla vinnu í að skapa tengsl út fyrir sveitafélagið, skapa ríkuleg og góð tengsl og byggja traust við lánastofnanir, við lánasjóð sveitafélaga, við þá sem hafa liðsinnt okkur og leiðbent og hjálpa okkur þegar kemur á fjármálunum. Mér finnst að því að nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn og D-listinn í Árborg talað fjálglega að þeir hafi berið rekstur sveitafélagsins fyrir brjósti og gert lítið úr störfum fyrir meirihluta og talað að þar hafi fólk verið óábyrgt og annað varðandi reksturinn. Mér finnst það mjög óábyrgt að ætla ekki að halda áfram með eða þarf að segja að ætla að skipta út þeirri reynslu, þekkingu, tengslum og samskiptum sem eru ofboðslega miklir fjármunir í. Það kostar fullt af peningum að byggja upp traust, að byggja upp tengsl, að byggja aftur upp þessa þekkingu sem núna er komin og það er óábyrgt gagnvart íbúum þessa sveitafélags og því skattfé sem er notað til þess að byggja upp þekkingu í þessu starfi. Þannig að mér finnst þetta, ég stend við mín fyrri orð að svona mikilvægu hlutverki, svona mikilvægu starfi, það er ekki ábyrgt að kasta kasta starfsmannum sem hefur sinnt þessu vel, þessu hlutverki út fyrir annan. Og ég set stórt spurningamerki við þetta með biðlaunin. Mér langar að vita það, fá svar við því. Hver er svörin við því að það sé ekki sömu biðlauna ákvæði í báðum samningum? Ekki meiri bili. Ég er örugglega eftir að koma hérna aftur. Takk. Takk fyrir Arna Ýr, þá var Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, biður orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum að skipta út æðsta embættismanni Ráðhússins og sveitarfélagsins eftir ágætt 2 ár.
Ég fekk nú sýndan síðast í morgun þar sem að ótengdur framkvæmdastjóri út í bæ, eða ekki út í bæ, í borginni, hringdi í mig og til að afla frétta og ekki síst að koma á framfæri furðu sinni á því að þetta skildi gerast á þessum tímapunkti. Vegna þess að við erum auðvitað búin að leggjast öll á árarnar að byggja upp ákveðið verklag og það er mikils virði. Það traust og svo sátt sem að byggðist upp hér á undanfarnum 2 árum er mikils virði og eins og Arnar kom inn á að fara í rauninni að byrja upp á nýtt aftur með nýjan meirihluta og nýjan minnihluta. Það er eitthvað sem að verður mikil vinna í að koma í sama farveg ef við komumst þangað nokkuð tíma. Við erum jafnvel líka að skoða það eða horfa á það að það er talsverð kostnaðaraukning, það er 60.000 krónur á mánuði til hækkunar. Biðlaunin kosta að minnstakosti 6 milljónir. Það er alveg ófrávíkjanlegt að þetta þarf að greiðast hvernig sem fer í kosningum og ef að það kemur ekki til uppsagnar þá kemur bara til þessar uppsagnar síðar vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá þarf þá mun þessi bæjarstjóri sem er verið að ráða hér, hann mun hætta og þá þarf að greiða þessi biðlaun ef að þau eru komin nú þegar í samning. Þannig að ég segi að við getum alla fallist á það að sé sanngjarnt að það sé svona mikill munur á á bæjarstjórunum að sá sem að hefur unnið sín í starfi undanfarnum 2 árum tók við starfinu í erfiðum rekstri og hefur nú unnið mikið þrekvirkið þetta en þetta er ekkit að baki. Þannig að ég beini kannski spurningunni til formanns bæjarráðs sem að gera þennan samning og jafnframt líka nýjum meirihluta í Áfram Árborg, Álfheiði Einarsdóttur að tala hvernig þetta lítur út fyrir ykkur og hvers vegna það hafi verið sátt að koma þessu á framfæri með þessum hætti. Þannig að ég krefst svara. Ég held að það verði í rauninni erfitt að koma í rauninni fullum höndum á reksturinn og nú þegar eru farin að sjá að reksturinn er farin að aðeins að gefa eftir. Það er smá slaki að myndast í kostnaðaraðhaldinu og það kemur fram í tölunum. Nýr bæjarstjóri getur vissulega látið sem að hann sé í rauninni nýr kústur og vilji nú láta til sín taka og virkilega taka á kostnaðarliðinni. Hann er jafnframt pólitíkus. Það er vandamálið. Hvernig ætlar hann að afla sér vinsælda í næstu kosningum ef hann ætlar að beita fullkomnu aðhaldi í rekstrinum? Þetta fer illa saman. Og þetta ber að skoða líka að þegar einhver er að vaxa inn í starfið, hann er að beita sér, þar að segja bæjarstjórinn, er að beita sér fyrir því að kostnaðaraðhaldi verði áfram, eða þá að hann vill afla sér vinsælda og veita slaka á kostnaðarliðinni. Þannig að þetta er rosalega vandmeðfara og þetta eru einungis fáir punktar sem ég er að nefna hér, sem að þarf virkilega að halda sig að og ég ætla ekkert að fara í persónu og leikendur hér. Ég er einfaldlega að tala þetta út frá verkefnum sem að standa til boða að leysa. Og það þarf að hafa virkilega, hafa þetta upp á borðum. Við þurfum líka að vera með á nótunum með hvaða störfum raunverulega bæjarstjóri gegnir. Hann er oddviti sjálfstæðismanna og hann er jafnframt bæjarstjóri og hann þarf að beita kostnaðaraðhaldi og hann þarf að afla sér vinsælda. Þetta eru ekkert allt saman hlutir sem að fara saman, þeir stangast margir hverju mjög á. Þannig að þetta er það sem ég vildi benda á svona í upphafi umræðuna. Mér sýnist þetta verða smá umræður, þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Eru fleiri sem vilja
tjá sig. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Við erum að ræða ráðningarsamningu nýjum bæjarstjóra. Já, það var svo sem alveg vitað upp á kjörtímabilsins að við ætlum að skipta eftir 2 ár og þarna við svo sem allir íbúar af því og nú eru komin 2 ár og komin þarna skipti. Ráðningarsamningur bæjarstjóra núverandi rennur út mánaðamótin og það gerur nýju ráðningarsamningur við nýjan bæjarstjóra. Og þetta svo sem algengt í öðrum sveitarfélögum líka, ekki bara sem sjálfstæðismenn eru við, þetta líka gerist í höfuðborginni. Þar skiptir Dagur Bjarkilsson við Einar, eins og við þekkjum, og sama að gerast hér. Varðandi biðlaun til 3 mánaða, þá eins og kemur fram hérna í 8. grein, biðlaun samkvæmt samningi þessum falla niður frá og með ráðningadegi, ráði Bragi Bjarnason sig til annarra starfa á biðlaunatímabilinu. Einnig er þarna að fara fram á ef óskar eftir að bæjarstjóri haldi áfram starfi eftir kjörtímabilið, eins og bara Gísli Halldór gerði á sínum tíma, að þá vinni hann þá vinnu á meðan. Varðandi kannski hinn ráðningarsamninginn til að gera upp milli, þótti sem við bara að ræða náttúrulega þennan eina ráðningarsamning, þá ef ég man rétt, þá stóð í þeim ráðningarsamning að það yrðu skipti eftir 2 ár og núverandi bæjarstjóri yrði formaður bæjarráðs og vinn undir þannig að hann myndi ekki missa starf, var með garanterað starf. En eins og við vitum þá eftir 2 ár þá kosningar, að við getum ekki garanterað að endilega Bragi Bjarnason verði áfram bæjarstjóri. Þess vegna þessi biðlaun tækist eftir í, en hann mun falla niður verði Bragi Bjarnason ráðinn til annarra starfa. Það svona efnislega það sem vil svara í þessum málum. Takk. Takk fyrir Sveinn Ægir, þá hefur Álfheiður Eymannsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista, beðið orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir þeir sem eru að fylgjast með fundinum. Ég vildi svara þeim spurningum sem til mín var beint af félaga mínum Arnari Frey, bæjarfulltrúa, oddvita Framsóknarflokksins í Árborg og það er í raun og veru kannski endurtekning dálítið af því sem að Sveinn Ægir er búinn að segja. Það er að segja að vanalega þá eru biðlaun bæjarstjóra sem situr til loka kjörtímabils 6 mánuðir. Það er svona þumalputtaregla. Bragi Bjarnason, hann situr hálft kjörtímabil. Hann situr núna til loka kjörtímabils þannig að þessu er í raun og veru það er bara helmingurinn af þessari þumalputtareglu. Af því hann situr ekki sem bæjarstjóri allt kjörtímabilið. Hann er að taka við núna 1. júní. Annað sem ég vildi bara nefna sérstaklega er að án þess að ég viti af því, þess að ég var náttúrulega ekki meirihluta á þeim tíma, en þetta samkomulag Sjálfstæðisflokksins að skipta á miðju kjörtímabili, að þá einmitt var ljóst að bæjarstjóri færi strax í nýtt starf og þyrfti ekki á biðlunum að halda. En þetta er ekki með sama lagi með þeim bæjarstjóra sem nú er að taka við. Hann situr til loka kjörtímabils og við vitum ekkert hvað kemur upp úr kossunum að þeim kosningum loknum á nýju kjörtímabili. Þannig að hann fær þarna biðlaun í 3 mánuði sem falla niður ef hann fær nýtt starf á þessu biðlauna tímabili. Þannig að þarna held ég að við séum með í raun og veru eins litlar fjárhagsaukningu varðandi bæjarstjóraskipti eins og við komumst upp. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður Eymannsdóttir. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Það er að veita andsvar
Fyrsta lagi glemdi ég á að fórseta, fyrst afsökunar, fórseti. Fyrsta lagi varðandi Sveina af því að hann fór að tala Reykjavíkurborg, Dag B. Eggertsson og skiptin sem þar verða. Það er töluvert öðruvísi og það er himinn og haf á milli þegar að þú ert með borgarstjóra eða framkvæmdastjóra sveitarfélags sem búin að vera við störf í 8 ár. Hann gekk inn í sitt starf sem hann kunni út og inn. Og það er mögulega annar að taka við núna, eða annar sem tók við eftir að hann var búin að vera í 2 ár. Þannig að það er bara, við líkum þessu tvenn ekki saman. Bæjarstjóri sem var að setja sig inn við vorum með nýjan bæjarstjóri upp á kjörtímabil sem er búin að vera núna í 2 ár, stæði sig vel og sett sig inn í hlutina vel. En þessu er ekki þetta líka saman. Og síðan er það þetta sem að Álfheiður Eymundsdóttir var að tala hérna, að bæjarstjórinn færi í annað starf. Það höfum við ekki hugmynd við vitum ekkert hvort að hún sé að fara í annað starf, við vitum ekkert það. Og annað varðandi ég ætla bara að minna á það að formaður bæjarráðs, hann var með sömu laun og bæjarstjórinn núna fyrstu 2 ár kjörtímabilsins. Og hann er búinn að fá núna greiddar rúmar 13 milljónir meira heldur en á 2 árum, meira heldur en formaður bæjarráðs var með á síðasta kjörtímabil. Svo því sé til haga haldið. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Fjóla Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og áhorfendur og gestir. Ég svo sem það er bara búið að segja allt sem ég ætlaði að segja, búið að stela frumunni. En eitt sem ég kannski áttaði mig á ætla svo sem ekki að segja meira en það, að þá ég sannarlega samið af mér, því að það er orðið deginum ljósara að formaður bæjarráðs dettur út á kosningadag, en ekki starf bæjarstjóra með við þennan samning. Og við töluðum alltaf það að þetta yrði þann dag sem að kosningar væru, að þá yrði bara sama. Ekki verið að koma einhverju skuldbindingu. Það er alveg eðlilegt að fólk sé með uppsagnarfrest, það finnst mér. Ég er ekki að fara fram á það fyrir mig, alls ekki, ég er fullkomlega sátt. En svona bara því ég satt í sætinu og hugsaði já, þá hef ég greinilega samið af mér að taka fyrir hlutan. Þar sem að sannarlega hefði hann átt að fá og fengi biðlaun með þetta. Á móti kemur að ég er fullviss svona í maga. Ef þetta hefði snúið öfugt þá hefði hvort sem er aldrei komið til umræðu að fara í þessi skipti. Takk fyrir þetta, Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrar áheyrendur. Ég kem hér undir lið 3, þar sem við erum að ræða samkomulagið bæjarstjóraskiptin sem gerð voru 2022. Mig langar að byrja því að þakka Fjólu Kristinsdóttir fyrir metnaðarfull og vel unnin störf sem hún innti af síðustu 2 árin. Nú tekur Bragi Bjarnason við sem bæjarstjóri næstu 2 árin eins og áður var samið. Sveitarfélagið er í miklum vexti og munum við halda áfram með þau verkefni sem eru búin að vera í vinnslu næstu 2 árin, ásamt öðrum komandi verkefnum. Og ég trúi því að Bragi komi til með að leysa þau vel af hendi með dyggri og góðri samvinnu okkar. Takk fyrir þetta, Þórhildur Dröfn, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, biður orðið. Herra forseti, já, ég ætla bara að segja nokkur orð. Taka undir það sem kom fram í máli Örnu, bæjarfulltrúa í ráðan. Við höfum verið frá byrjun kjörtímabils
gagnrýnin á að skipta eitt bæjarstjóra á miðju kjörtímabili og ef að ég var gagnrýnin á það í upphafi þá hefur svo gagnrýni síst minnkað núna þegar að komið að þessu. Og fráfarandi bæjarstjóri hefur verið í lykilhlutverki varðandi fjárhagslega endurskipulagningu sveitarfélagsins og áunnið sér traust og virðingar vegna dugnaðar og ósérhlífni í þessu mikilvæga verkefni. Það hefur ekki farið fram með neinum í bæjarstjórn að Fjóla hefur lagt gríðarlega hart að sér við að koma böndum á fjárhag sveitarfélagsins og vinna að því að endurskipuleggja fjárhaginn. Og við höfum notið þess að hún hefur einmitt með sínu tengslanetti og í gegnum sín fyrirstörf kannski haft aðgang að fé og aðilum sem að kannski hefðu ekki verið í boði ef að einhver annar hefði setið á bæjarstjórastól. En auðvitað er ekki hægt að fullyrða það. Ég ætla líka að svo því sem haldið til haga að þá hefur Fjóla kannski ekki alltaf verið sammála, en ég hef samt virt það sem að hún hefur þá vegferð sem hún hefur ákveðið að fara í, þó ég hef kannski gert eitthvað öðruvísi. Það sem verkefni sem blasti við í upphafi kjörtímabils hefur raun og verið stökkbreyst og eins og margótt hefur komið fram, það komið hérna 14 stýrivaxta hækkanir í röð. Þá tel ég að farsælast hefði verið og væri að falla frá þessum bæjarstjóraskiptum og treysta núverandi bæjarstjóra til að klára þetta verkefni með hagsmuni íbúana í þessu sveitafélagi að leiðarljósi. Það er það sem að mér finnst að ætti að skipta og hefði átt að skipta hér mestu máli, en ég óttast að það sé eitthvað annað sem að fyrir einhverja skiptir meira máli heldur en það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er. Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S óskar eftir örstuttu fundarhléi og forseti verður við því.
Þá lokið þessu fundarhlýi og við höldum áfram að ræða hér þriðja lið á dagskrá þessa 40. fundi bæjarstjórnar Árborgar sem ráðning bæjarstjóra kjörtímabilið 2022-26 þar sem tillaga að Bragi Bjarnason til heimilis að Bergholum 26.800 Selfossi verði ráðinn bæjarstjóri sveitarfélagsins Árborgar til loka kjörtímabils. Nú, það búin að fara fram hér allnokkur skoðanaskipti og umræður það og ég ætla að opna örstutt fyrir mælendaskrá ef einhverju fleiri vilja tjá sig. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, róska eftir taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Það nú bara að hafa þetta örstutt. Ég tek bara undir allt sem á undan mér hefur komið frá félögum mínum hér í minnihlutanum. Þetta auðvitað mjög skrýtnir tímar og ég finn það bara sjálf að það vissulega mikill skjálfti bara innan starfsmanna og íbúa og ég held að það fari svo sem ekki fram hjá neinum en auðvitað hefur það ekkert með það að gera með þann aðila sem að taka við, bara svo ég taki það fram. Það hefur náttúrulega gengið mun betur síðustu 2 ár heldur en ég þorði að vona og Fjóla hefur náð að mynda ótrúleg tengsl og traust við starfsmenn og íbúa og það mín von að nýr bæjarstjóri komi til með að gera það líka. Og við verðum að hafa í huga að alla þessar breytingar hafa náttúrulega gríðarleg áhrif á starfsfólki okkar sem að vinna alla þessa vinnu sem að við svolítið erum að taka ákvarðanir hér. Þannig að ég vona bara innilega að nýr bæjarstjóri honum takist að mynda þessi traustu og góðu tengsl eins og fráfarandi bæjarstjóri okkar hefur náð að gera. Og ég vil bara þakka henni fyrir virkilega vel unnin störf og það verður alveg erfitt að kveðja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessu máli númer 3 á þessum 40. fundi bæjarstjórnar Árborgar ráðningu bæjarstjóra og eins og ég hef hér að framan greint, þeir sem eru því samþykkir vinsælast gefið merki. Þeir sem eru því andvígir, það samþykkt með 7 greiddum atkvæðum, 6 atkvæðum D-lista og 1 atkvæði A-lista. Og á móti voru 2 fulltrúar B-lista og 2 fulltrúar S-lista. Ég hef verið beðinn að að koma á framfæri innilegum þökkum til Fjólu Steindóru Kristinsdóttur fyrir hennar óeigingjarnu og góðu störf í þágu okkar samfélags. Ég geri það persónulega fyrir mig sem forseti bæjarstjórnar. Ég vænti þess ég geti sagt það sömuleiðis fyrir hönd allra bæjarfulltrúa, fyrir hönd starfsmanna sveitarfélagsins og íbúa og annarra samstarfsaðila. Þakka henni af öllu hjarta fyrir hennar framlag og hennar góðu vinnu. En ég ætla að gefa Fjólu Steindóru Kristinsdóttur bæjarfulltrúa D-lista hér orðið áður en að koma einhverjir og vilja gera grein fyrir sínu atkvæði og eftir. Fjóla Steindóra. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir og aðrir tilheyrendur. Á þessum síðasta bæjarstjórnarfundi mínu sem bæjarstjóri sveitarfélagsins Árborgar langar mig að byrja á því að þakka starfsfólki, íbúum og öllu því góða fólki sem ég hef unnið með að verkefnum Árborgar fyrir frábært samstarf síðastliðin 2 ár. Þar eru auðvitað þið. Fremst í flokki. Ég lagði hjarta mitt og sál í verkefnið og óendanlega þakklát og auðmjúk
fyrir að hafa fengið tækifæri til að vinna í þjónustu við íbúa að uppbyggingu sveitafélagsins míns. Á þessum tímamótum tel ég mikilvægt að eftirfarandi komið þó fram að eftir að hafa fundið fyrir miklum þrýstingi úr ýmsum áttum meðal annars frá hagaðilum, ráðgjöfum, lánastofnunum og eftirlitsaðilum að halda áfram óbreyttu fyrirkomulagi okkar í meirihlutanum út kjörtímabilið, þar sem verkefnið er æri og við með hreinan meirihluta, óskaði ég eftir að fulltrúaráð myndi funda málið. Sá fundur var aldrei haldinn og í raun ekki vilji fyrir samtalum að ég myndi vera áfram þó ekki væri nema fram á haust. Framundan eru töluverðar breytingar hjá sveitarfélaginu en nýr sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármála tekur til starfa það 1. júní næstkomandi, auk þess sem 3 nýir starfsmenn að hefja störf á fjármáladeildu þessa mundir. Í ljósi alls þessa fannst mér ekki faglegt eða þjóna neinum tilgangi á þessum tímapunkt að gera breytingar, nema þó aðeins breytingarna vegna. Fjárhagslega endurreisn sveitarfélagsins Árborgar á að mínu viti að vera yfir menn og málefni og pólitíska leikreglur hafið. Ég hef lagt mikið kappa á að lyfta orðspori sveitarfélagsins síðastliðin 2 ár og væri því ekki samkvæm sjálfri mér ef ég ætlaði pólitískt karp og opinberu vettvangi. Það þjónar engum tilgangi. Ég hef lagt mig fram við að vera fagleg í hvívetna og hef notið stuðnings frábæra ráðgjafa bæði við hagræðingu í rekstri sem og tekjuöflana fyrir sveitarfélagið. Ásamt auðvitað bæjarstjórn sem hér situr. Bæjarstjórn hefur þurft að taka erfiðar ákvarðanir síðastliðin ár sem hafa tekið á, en verkefnið er hér eftir sem hingað til að fylgja aðgerðaráætluninni Brú til betri vegar og samkomulaginu við eftirlitsnefndina. Ég hef lagt áherslu á að lík mál séu afgreidd með líkum hætti og að gagnsæi sé til staðar og vona ég að svo verði áfram hjá nýjum meirihluta. Að lokum þá er ég afar stolt af minni vinnu síðastliðin 2 ár og þeim góða árangri sem hefur náðst eins og ársreikningur ársins 2023 er góður vitnisburður Komandi árslutauppgjör mun svo sýna, svo ekki verður villst, að við erum sannarlega á réttri leið. Ég óska nýjum meirihluta og nýjum bæjarstjóra velfarnar í starfi. Ég mun sitja áfram í bæjarstjórn Árborgar og veita núverandi meirihluta aðhaldi í komandi verkefnum, íbúum og sveitafélaginu til heilla. Með vinsemd og virðingu Fjóla Steindur og Kristóttir bæjarfulltrúi. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá hefur kosning farið fram og ég óska nýgjörnum bæjarstjóra til hamingju með starfið. Hafa einhver óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við lögðum hérna fram bókun og það er rétt vegna þessa máls og það er rétt að við lesum hana upp við þetta tækifæri. Við núverandi tímamót þá viljum við þakka fráfarandi bæjarstjóra Fjólu Steindóru Kristinsdóttur fyrir góð störf undanfarin ár. Undirrituð telja að farsælast hefði verið að falla frá bæjarstjóraskiptunum og setja hagsmuni íbúa og starfsfólks sveitafélagsins Árborgar í forsæti. Ljóst er að með skiptunum tapast mikil reynsla og þekking sem kostnaðarsamt verður að vinna upp. Undirrituð mótmæla ákvæði sem lýtur að 3 mánaða biðlunum í lok kjörtímabils ef ekki verður af endurráðningu. Í fyrri samningi við fráfarandi bæjarstjóra var ekki slíkt ákvæði. Ætluð kostnaðaraukning á bæjarsjóð vegna biðluna er 6 milljónir króna. Er því að ræða verulega hækkun á milli launasamninga sem við föllumst ekki á. Undir þetta rita Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi Framsóknar, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknar, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingar og Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi Samfylkingar. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Og þá munum við ganga aftur til 4. liðar á dagskrá fundarins og þá þökkum við Guðmundi Ármann Pétursinni fyrir setuna og köllum Braga Bjarnason, bæjarfulltrúa D-lista, inn í salinn. Þá er Guðmundur Ármann Pétursson vikið úr sal og inn er kominn Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista og nýkjörinn bæjarstjóri
óska honum til hamingju eftir í ráðin, altså. Afsakið það. Þá er komið að 4. máli á dagskrá fundarins sem er kosning í embætti innan bæjarstjórnar til 1 árs og það er númer 1 kosning forseta til 1 árs og ég hef þær upplýsingar og mína visku frá Sigríði Vilhjálmsdóttur lögfræðingi bæjarins að mér sé heimilt að stýra þeim málaflokki þó að þar sem ekki verið að taka ákvörðun launakjör eða annað slíkt, heldur kjósa til 1 árs og það er hér tillaga þann sem hér stendur Kjartan Björnsson sem forseta bæjarstjórnar til 1 árs. Og ég ber það upp til atkvæða, þeir sem eru því samþykkið vinsælast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það er samþykkt með hvað er Þórhildur? Já, hún stendur þarna, já. Þú samþykktir, já, og það er þá samþykkt með 1, 2, 3, 4, 5 atkvæðum G-lista og 1 atkvæði, já 5, ég greiddi ekki atkvæði. Það er 5 atkvæði bæjarfulltrúa D-lista og bæjarfulltrúa A-lista og ég satt hjá bæjarfulltrúa D-lista, Arnar Freyr Ólafsson og Ellý og B-lista sátu hjá og Arna og Sigurjón Vídalín sátu hjá. Þá er komið að lið nr. 2, kosning 1. varaforseta til 1 árs. 1. varaforseti, tillaga hann er Brynhildur Jónsdóttir og það er tillaga hana sem 1. varaforseta, þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Sem eru samþykk Brynhildi sem 1. varaforseta, þeir sem eru á móti, það er samþykkt með 6 atkvæðum bæjarfulltrúa, þú kaust með, já, með 6 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista og bæjarfulltrúa A-lista og 2 bæjarfulltrúa B-lista og 2 bæjarfulltrúa S-lista sátu hjá. Þá er komið að kosningu annars varaforseta til 1 árs. Það er hér tillaga Álfheiði Einarsdóttur bæjarfulltrúa A-lista, þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það er greitt með sömu niðurstöðu og 1. varaforseta. Þá er komið að kosningu 2 skrifara til 1 árs. Og 2 skrifarar hafa verið Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista og Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og það er tillaga sama fólk, þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það er samþykkt með 5 atkvæðum D-lista og 1 atkvæði A-lista og 1 bæjarfulltrúi D-lista situr hjá, 2 fulltrúar S-lista sitja hjá og 2 fulltrúar D-lista. Já, það er samþykkt með 6 atkvæðum D-lista og 1 atkvæði A-lista og þau sitja hjá B-lista og S-lista. Og þá er komið að kosningu 2 varaskrifara til 1 árs og þar er gerð tillaga Brynhildi Jónsdóttur og Álfheiði Einarsdóttur, bæjarfulltrúa A-lista og Brynhildi hjá D-lista, þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Varaskrifara. Og þeir sem eru á móti, það er niðurstaðan svo sama og áðan, 6 bæjarfulltrúa D-lista og bæjarfulltrúa A-lista og 2 B og 2 S þetta hjá. Þá er komið að 5. lið á dagskrá fundarins og það er kosning 3 fulltrúa í bæjarráð til 1 árs, samanber 27. grein
samþykktar stjórn og fundarskap Sveitarfélagsins Árborgar nr. 813/2018 með síðari breytingum og kjósa skal formann og varaformann sérstaklega. Forseti leggur til örstutt fundarhlé í tengslum við kjör í bæjarráð og við ætlum aðeins að ráða hér ráðum okkar og tökum hér örstutt fundarhlé. Þá fundið fram haldið í bæjarstjórn Árborgar. Það 5. liðurinn á dagskrá fundarins, það segja kosning í embætti og nefndir 2022-26 og það kosning 3 fulltrúa í bæjarráð til 1 árs, samanber 27. grein samþykktar stjórn og fundarskap Sveitarfélagsins Árborgar nr. 813/2018 með síðari breytingum. Og það skal hér kjósa sérstaklega formann og varaformann í bæjarráði. Það tillaga hér Svein Ægi Birgisson sem formann bæjarráðs, Álfheiði Einarsdóttur bæjarfulltrúa A-lista sem fulltrúa í bæjarráð og Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúa B-lista. Fyrsti varamaður í bæjarráð hjá D-lista og D- og A-lista meirihluta fyrsti varamaður Brynhildur Jónsdóttir og annar varamaður Axel Sigurðsson bæjarfulltrúi A-lista, eða varabæjarfulltrúi A-lista. Síðan áheyrnarfulltrúi Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista og varamaður hennar Sigurjón Vídalín Guðmundsson og Ellý Tómasdóttir varamaður Arnars Freys. Já, og svo það auðvitað tillaga Álfheiði Einarsdóttur sem bæjarfulltrúi A-lista sem varaformann. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá, einhverju vilja tjá sig þetta. Ef svo ekki þá göngum við til atkvæða. Það að segja Sveinn Ægir Birgisson formaður, Álfheiður Einarsdóttir varaformaður og Arnar Freyr Ólafsson meðlimur í bæjarráði og síðan Brynhildur Jónsdóttir og Axel Sigurðsson fyrir D- og A-lista, Arna Ýr áheyrnarfulltrúi og Sigurjón varamaður fyrir hana og Ellý Tómasdóttir varamaður Arnars Freys. Þeir sem eru því samþykk að kjósa þannig í bæjarráð vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að 7. máli á dagskrá fundarins og það nú heljar mikil lesning, enda stutt í forsetakosningar á laugardag og þá þarf þetta að liggja allt saman fyrir. Það sem sagt kosning í kjörstjórni til 1 árs samanber A-lið 47. greinar samþykktar stjórn og fundarskap Sveitarfélagsins Árborgar nr. 813/2018 með síðari breytingum. Það A undir kjörstjórn 1, 3 fulltrúar og 3 vara, undir kjörstjórn 2 í B, 3 fulltrúar og 3 vara, C, undir kjörstjórn 3 á Selfossi, 3 fulltrúar og 3 vara,
D. Undirkjörstjórn 4 á Selfossi, 3 fulltrúar og 3 til vara. E. Undirkjörstjórn 5 Selfoss, 3 fulltrúar og 3 til vara. F. Undirkjörstjórn 6 Stokkseyri og póstnúmer 801 utan Tjarnarbyggðar, 3 fulltrúar og 3 til vara. Og undirkjörstjórn 7 Eyrarbakki og Tjarnarbyggð, 3 fulltrúar og 3 til vara. Og í þessa kjörstjórnir lagt til þetta fólk. Yfirkjörstjórn aðalmenn Ingimundur Sigurmundsson, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Steinunn Erla Kolbensdóttir. Varamenn þeirra Þórarinn Sólmundarsson, Anna Ingadóttir og Jón Páll Hilmarsson. Kjördeild 1 aðalmenn Íris Böðvarsdóttir, Hólmfríður Einarsdóttir, Ólafur Backmann Haraldsson. Varamenn Steinar Hermannsson, Sigrún Helga Einarsdóttir og Herborg Anna Magnúsdóttir. Kjördeild 2 aðalmenn Grétar Páll Gunnarsson, Ingibjörg Jóhannesdóttir, Valdemar Bragason. Varamenn Drífa Björt Ólafsdóttir, Dagbjört Sævarsdóttir, Heiða Sólveig Haraldsdóttir. Kjördeild 3 aðalmenn Margrét Katrín Ellingsdóttir, Hafdís Kristjánsdóttir, Jónína Halldóra Jónsdóttir. Varamenn Garðar Hrafn Skaftason, Helena Sif Sóponíasdóttir, Ingibjörg Elva L. Stefansdóttir. Kjördeild 4 aðalmenn Guðrún María Jóhannsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir, Brynja Hjálmtýsdóttir og varamenn Elisabeth Davíðsdóttir, Sigríður Erlingsdóttir og Eiríkur Már Rúnarsson. Kjördeild 5 aðalmenn Guðmundur Sigmarsson, Magnús Gísli Sveinsson, Kristjana Hallgrímsdóttir og varamenn Gunnar Þorkelsson, Herdís Sif Ásmundsdóttir og Helga Berglind Valgeirsdóttir. Kjördeild 6 aðalmenn Ingibjörg Ársælsdóttir, Ólafur Már Ólafsson, Ragnhildur Jónsdóttir og varamenn Elín Dögg Haraldsdóttir, Berglind Sigurðardóttir og Ingi Þór Jónsson. Og kjördeild 7 aðalmenn Lýður Pálsson, Rannveig Brynja Sverrisdóttir, Vigdís Jónsdóttir. Varamenn Víglundur Guðmundsson, Barði Páll Böðvarsson og Guðmundur Magnússon. Þetta tillaga það fólk hér í 7. lið, þar sem við erum að kjósa fólk í kjörstjórnir. Rósa hefur setið sveitt við að raða þessu öllu saman upp og hún mjög til í að hræra eins í pottanum hérna og færa fólk á milli. Nei, það var nú ekki þannig. En ég legg þetta til atkvæða hér í bæjarstjórn Árborgar, þeir sem eru þessum hópi samþykkt, vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá komið að 7. máli á dagskrá fundarins. Það sem sagt kosning í embætti og nefndir 2022 til 26. Kosning í nefndir ráð og stjórnir til 2 ára. Eins og leiðréttum hér í byrjun fundarins, þá þetta rangt sett fram hér. Þannig að það kosning í nefndir ráð og stjórnir til 2 ára, samanber B-lið 47. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitafélagsins Árborgar nr. 813/2018 með síðari breytingum. Og hér verið að kjósa 5 fulltrúa og 5 til vara í velferðarnefnd, í menningarnefnd 5 fulltrúa og 5 til vara, fræðslu- og frístundanefnd 5 fulltrúa og 5 til vara, skipulagsnefnd 5 fulltrúa og 5 til vara, eigna- og veitunefnd 5 fulltrúa og 5 til vara og umhverfisnefnd 5 fulltrúa og 5 til vara. Allt samkvæmt erindisbréfum. En forseti leggur til örstutt fundarhlé núna og við komum inn hér eftir 5-6 mínútur.
Þá er fundi framhaldið í bæjarstjórn Árborgar, biðjumst afsökunar á þeim sem eru að hlýða á fundin, að við þurftum að bera hér saman þannig að ekkert færi hér á milli mála varðandi upplistun í kosningu í embætti og nefndir 2022-26 og fyrst byrjum við hér á lið númer 7 og það er kosning í velferðarnefnd, menningarnefnd, fræðslu- og frístundarnefnd, skipulagsnefnd, eigna- og veitunefnd og umhverfisnefnd. Það eru 5 fulltrúar og 5 til vara samkvæmt þeim erindisbréfum sem fyrir nefndunum liggja. Og við byrjum á velferðarnefnd. Það eru aðalmenn Helga Lind Pálsdóttir formaður, Margrét Anna Guðmundsdóttir D-lista, Líselott Símóen A-lista, Ellý Tómasdóttir B-lista og Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista. Til vara eru Anna Linda Sigurðardóttir D-lista, Ragna Berg Gunnarsdóttir D-lista, Ragnheiður Pálsdóttir A-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir B-lista og Svala Nordal S-lista. Þá er það menningarnefnd. Kjartan Björnsson formaður D-lista, Anna Linda Sigurðardóttir D-lista, Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson A-lista, Kolbrún Júlía Ellensdóttir B-lista, Ástfríður M. Sigurðardóttir S-lista, varamenn Olga Bjarnadóttir D-lista, Viðar Arason D-lista, Ástrós Sigurðardóttir A-lista, Guðmunda Óladóttir B-lista og Herdís Sif Ásmundsdóttir S-lista. Þá er komið að fræðslu- og frístundarnefnd, við tökum þetta bara allt í réttri röð. Brynhildur Jónsdóttir formaður D-lista, Gísli Rúnar Gíslason D-lista, Ástrós Sigurðardóttir A-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir B-lista, Elísabet Davíðsdóttir S-lista. Varamenn Þórhildur Dröfn Ingvadóttir D-lista, Yngvi Már Guðnason D-lista, Berglind Björgvinsdóttir A-lista, Ellý Tómasdóttir B-lista og Herdís Sif Ásmundsdóttir S-lista. Og þá er það skipulagsnefnd og hún myndi koma brátt í leitirnar. Ég er að reyna að taka þetta í röð samkvæmt því sem stendur í fundarboðinu. Já, skipulagsnefnd. Og þar eru aðalmenn Ari Björn Þórarinsson formaður D-lista, Rebekka Guðmundsdóttir D-lista, Axel Sigurðsson A-lista, Björgvin Guðni Sigurðsson S-lista, Matthías Bjarnason B-lista. Varamenn Sveinn Ægir Birgisson D-lista, Óskar Örn Vilbergsson D-lista, Álfheiður Eymarsdóttir A-lista, Viktor Pálsson S-lista og Guðrún Rakel Svandísadóttir B-lista. Og þá er komið að eigna- og veitunefnd. Þar eru aðalmenn Sveinn Ægir Birgisson formaður D-lista, Jóhann Jónsson D-lista, Álfheiður Eymarsdóttir A-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista, Arnar Freyr Ólafsson B-lista. Varamenn Brynhildur Jónsdóttir D-lista, Guðmundur Ármann Pétursson D-lista, Axel Sigurðsson A-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista og Matthías Bjarnason B-lista. Þetta var eigna- og veitunefnd og þá er komið að umhverfisnefndinni. Hún kemur hér mjög fljótlega í leitirnar. Daniel Leo Ólason formaður A-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir D-lista, Björg Agnarsdóttir D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir B-lista, Ester Ýr Óskarsdóttir D-lista er varamaður og varamenn eru Ólafur Ibsen Tómasson D-lista sömuleiðis, Arnar Þór Skúlason A-lista og Kolbrún Júlía Ellensdóttir B-lista og Jónas Hallgrímsson S-lista. Þetta voru tillögur fólk sem aðal- og varamenn í þessu nefndum sem ég hér að framan nefndi, velferðarnefnd, menningarnefnd, fræðslu- og frístundarnefnd, skipulagsnefnd, eigna- og veitunefnd og umhverfisnefnd næstu 2 árin.
eða til kosninga 2026. Einhverju sem vilja tjá sig? Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, hefur beðið orðið. Herra forseti, já, það liggur við að maður fara að kalla hann frú. Það er bara eitt sem ég rak augun í núna og ég held að sjá geta taka bara umræðu það. Skipulags- og byggingarnefnd er náttúrulega mjög mikilvæg nefnd og þar fara fram, þar er oft yfirleitt mál og dagskrá sem að rata síðan hingað inn á borð bæjarstjórnar eða á fundi bæjarstjórnar. Og ég bara er að reka augun í það núna að engin aðalmaður er bæjarfulltrúi. Þannig að nema að Ari sem er nú hérna staddur í salnum ætla að mæta á hvern einasta bæjarstjórnarfund til að standa fyrir svörum þá kannski þarf einhvern veginn að útfæra þetta. Því að þetta geti kannski, já, þetta geti skapað einhver vandamál varðandi upplýsingaflæði til bæjarfulltrúa og umræður á bæjarstjórnarfundum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur beðið orðið. Forseti, já, mér langar til að taka undir það sem að bæjarfulltrúi Sigurjón talaði hérna undan mér, að þetta er nú fínasta fólk sem er þarna í nefndinni og allt það, en þetta er, sem ég segi, það er alveg stór hluti af því sem oft er undir hérna í bæjarstjórninni eru mál frá skipulags- og byggingarnefnd, og ég held að þetta sé afar óheppilegt að það sé enginn þarna inni, enginn bæjarfulltrúi þarna inni. Þannig ég hvet til breyting á þessu. En hérna ég sé að hérna þetta undurfurðulega upphlaup hérna í þessum nýja meirihluta sem að við stöndum frammi fyrir. Það hefur verið dýruverði keypt fyrir D-lista, þeir hafa þurft að gefa eftir 1 sæti í öllum nefndum. Það er nokkuð vel að sé vikið hjá lista með jafnfá atkvæða baki eins og raunin er með Áfram Árborg. En að vísu náttúrulega bara 1 formaður hérna sem hafa fengið reyndar nefnd sem að meirihluti D-lista ætla að leggja niður fyrir stuttu. Þannig að við sjáum til hvort að þeir muni gera það að alvöru, af því að það þarf auðvitað að halda áfram að vera með aðhald í rekstri og þannig að það er spurning hvernig það fer. En þetta er áhugavert hvernig þessu er skipað eftir þessa einkennilegu samsetningu sem við erum með hérna, og ég minnist þess að þetta er ágætt að rifja það upp að bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, hann talaði nú ekki svo oft um það hérna á síðasta kjörtímabili, svona í aðeins niðrandi tón. Hann myndi nú ekki einu svona alla þessa lista sem að voru mynduðu þá meirihlutan. Fannst nú svona skemmtilegt að senda háðsglósur til okkar hinna það. Þannig að nú ágætt að hann er sestur í þann stól núna og það er bara verður áhugavert að sjá hvernig það kemur út. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða hér 7. mál á dagskrá fundarins sem eru kosning í embætti og nefndir á velferðarnefnd, menningarnefnd, fræðslu- og frístundarnefnd, skipulagsnefnd, eign- og veitunefnd og umhverfisnefnd. Þeir sem eru þessum fulltrúum samþykk sem að hér hefur verið talið upp að framan ásamt varamönnum vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að 8. lið og það er sama þar eins og við myndust þér á í byrjun fundarins, að það er kosið til 2 ára
og það var leiðrétt strax í byrjun fundarins sem kosning hér í nefndir og stjórnir eða til að sækja aðalfundi til 2 ára, C-lið 47. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Árborgar nr. 813 2018 með síðari breytingum. Þetta er aðalfundur SAS, Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, 14 fulltrúar og 14 til vara. Samkvæmt gildandi samningi samtökin. 2. Aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands, 1 fulltrúi og 1 til vara samkvæmt gildandi samningi stofnunina. 3. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 14 fulltrúar og 14 til vara. 4. Almannavarnanefnd Árnessýslu, 1 fulltrúi og 1 til vara samkvæmt gildandi samningi nefndina. 5. Fulltrúaráðsfundur Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands, 1 fulltrúi og 1 til vara samkvæmt gildandi lögum félagið. 6. Héraðsnefnd Árnesinga, 11 fulltrúar og 11 til vara samkvæmt gildandi samningi nefndina. 7. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, 5 fulltrúar og 5 til vara samkvæmt gildandi reglum þingið. 8. Samstarfsnefnd með starfsmannafélögum, 2 fulltrúar og 2 til vara. 9. Aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurlands, 1 fulltrúi og 1 til vara. 10. Aðalfundur Leigubústaða Árborgar, 1 fulltrúi og 1 til vara. 11. Aðalfundur Leigubústaða Árborgar sjálfseignarstofnunar, hitt var EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. 12. Aðalfundur Bergkristjáns byggðasamlags, 14 fulltrúar og 14 til vara. 13. Aðalfundur Sandvíkurseturs EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara samkvæmt samþykktum félagsins. 14. Aðalfundur Borgarþróunar EHF, 15. Aðalfundur Fasteignafélags, 1 fulltrúi þar og 1 til vara. Aðalfundur Fasteignafélags Árborgar, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalfundur Fasteignafélags Árborgar SLF, hitt var EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. 17. Aðalfundur Verktækni EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. 18. Öldungaráð. Í öldungaráði sitja 7 fulltrúar og 4 til vara, 3 fulltrúar kostin af bæjarstjórn, að loknum bæjarstjórnarkosningum og 1 til vara. Félag Eldri Borgar og Eyrarbakka kýs 1 fulltrúa og 2 til vara og Félag Eldri Borgar og Selfossi kýs 1 fulltrúa og 2 til vara. Umsjónarmenn Félagsstarfs og Stokkseyri kjósa 1 fulltrúa og 2 til vara. Heilbrigðisstofnun Suðurlands tilnefnir 1 fulltrúa. Bæjarstjórn tilnefnir formann ráðsins er ráðið kýsi varaformann og skiptir öðru leyti með sér verkum. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar. Við kosningu í ráði skal gætt á kynjahlutföllum og aldursdreifingu. Deildarstjóri stoð og stuðningsdeildar skal sitja fundi ráðsins og hefur málfrelsi og tillögurétt. Og 19. Samráðshópur málefni fatlaðs fólks. Í samráðshópnum sitja 3 fulltrúar kostin af sveitarstjórn og 3 til vara og 3 fulltrúar tilnefndir af hagsmunasamtökum fatlaðs fólks og 3 til vara. Eigi 2 eða fleiri sveitarfélög samstarf þjónustu við fatlað fólk skuli viðkomandi sveitarfélög og hagsmunasamtök fatlaðs fólks og þjónustusvæðinu koma sér saman samsetningu hópsins. Og þá er það þeir fulltrúar sem að sitja á aðalfundi SAS, það er Bragi Bjarnason, D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista, Kjartan Björnsson, D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, D-lista, Álfheiður Eymarsdóttir, A-lista, Axel Sigurðsson, A-lista, Arnar Freyr Ólafsson, B-lista, Ellý Tómasdóttir, B-lista, Matthías Bjarnason, B-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista og Sigurjón Vítalín Guðmundsson, S-lista. Varamenn: Ari Björn Thorarinsson, D-lista, Guðmundur Ármann Pétursson, D-lista, Anna Linda Sigurðardóttir, D-lista, Jóhann Jónsson, D-lista, Björg Agnarsdóttir, D-lista, Gísli Rúnar Gíslason, D-lista, Ástrós Rut Sigurðardóttir, A-lista, Daniel Leo Ólafsson, A-lista, Ólafur Íbsen Tómasson, D-lista, Björgvin G. Sigurðsson, S-lista, Óskar Hóbjartsson, B-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir, B-lista, Ástfríður M. Sigurðardóttir, S-lista og Kolbrún Júlía Erlandsdóttir, B-lista. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlitsins. Aðalmenn: Bragi Bjarnason, D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista, Kjartan Björnsson, D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, D-lista, Álfheiður Eymarsdóttir, A-lista, Axel Sigurðsson, A-lista, Arnar Freyr Ólafsson, B-lista, Ellý Tómasdóttir, B-lista, Matthías Bjarnason, B-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, S-lista. Og til vara: Ari Björn Thorarinsson, D-lista, Guðmundur Ármann Pétursson, D-lista, Anna Linda Sigurðardóttir, D-lista, Jóhann Jónsson, D-lista,
Björg Agnarsdóttir D-lista, Gísli Rúnar Gíslason D-lista, Ástrós Rut Sigurðardóttir A-lista, Daniel Leo Ólason A-lista, Ólafur Ibsen Tómasson D-lista, Björgvin Guðni Sigursson S-lista, Óskar Örn Hróbjartsson B-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir B-lista, Ástfríður M. Sigurðardóttir S-lista og Kolbrún Júlía Erlendsdóttir B-lista. Héraðsnefnd Árnesinga. Aðalmenn: Bragi Bjarnason D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista, Kjartan Björnsson D-lista, Sveinn Ægir Birgisson D-lista, Brynhildur Jónsdóttir D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir D-lista, Álfheiður Eimarsdóttir A-lista, Arnar Freyr Ólafsson B-lista, Ellý Tómasdóttir B-lista, Arna Ír Gunnarsdóttir S-lista og Sigurjón Vítalín Guðmundsson S-lista. Varamenn: Helga Lind Pálsdóttir D-lista, Ari Björn Þórarinsson D-lista, Guðmundur Ármann Pétursson D-lista, Anna Linda Sigurðardóttir D-lista, Jóhann Jónsson D-lista, Axel Sigurðsson A-lista, Björg Agnarsdóttir D-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir B-lista, Matthías Bjarnason B-lista, Björgvin Guðni Sigurðsson S-lista og Ástfríður M. Sigurðardóttir S-lista. Aðalfundur Bergrisans. Aðalmenn: Bragi Bjarnason D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista, Kjartan Björnsson D-lista, Sveinn Ægir Birgisson D-lista, Brynhildur Jónsdóttir D-lista, Helga Lind Pálsdóttir D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir D-lista, Álfheiður Eimarsdóttir A-lista, Axel Sigurðsson A-lista, Arnar Freyr Ólafsson B-lista, Ellý Tómasdóttir B-lista, Matthías Bjarnason B-lista, Arna Ír Gunnarsdóttir S-lista og Sigurjón Vítalín Guðmundsson S-lista. Maður þóttnar í kverkunum að þessu. Og varamenn í Bergrisanum eru Ari Björn Þórarinsson D-lista, Guðmundur Ármann Pétursson D-lista og Anna Linda Sigurðardóttir D-lista, Jóhann Jónsson D-lista, Björg Agnarsdóttir D-lista, Gísli Rúnar Gíslason D-lista, Ástrós Rut Sigurðardóttir A-lista, Daniel Leo Ólason A-lista, Ólafur Ibsen Tómasson D-lista, Björgvin Guðni Sigursson S-lista, Óskar Örn Hróbjartsson B-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir B-lista, Ástfríður M. Sigurðardóttir S-lista og Kolbrún Júlía Erlendsdóttir B-lista. Aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands. Aðalmenn: Sveinn Ægir Birgisson og varamaður Helga Lind Pálsdóttir. Almannavarnanefnd Árnessýslu. Bragi Bjarnason aðalmaður og varamaður Sveinn Ægir Birgisson. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Sveinn Ægir Birgisson aðalmaður og Axel Sigurðsson varamaður. Aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurlands. Guðmundur Ármann Pétursson aðalmaður og Bragi Bjarnason varamaður. Aðalfundur Leigubústaða Árborgar EHF. Sveinn Ægir Birgisson aðalmaður og varamaður Álfheiður Eimarsdóttir. Aðalfundur Leigubústaða Árborgar SCS Sjálfseignarstofnunar. Sveinn Ægir Birgisson aðalmaður, Álfheiður Eimarsdóttir varamaður. Samstarfsnefnd með starfsmannafélögum: Helga Lind Pálsdóttir D-lista aðalmaður, Sveinn Ægir Birgisson D-lista varamaður. Aðalfundur Borgarþróunar: Kjartan Björnsson D-lista aðalmaður og Brynhildur Jónsdóttir D-lista varamaður. Aðalfundur Fasteignafélags Árborgar EHF, aðalmaður Sveinn Ægir Birgisson og varamaður Álfheiður Eimarsdóttir A-lista. Aðalfundur Fasteignafélags Árborgar Sjálfseignarstofnunar: Sveinn Ægir Birgisson D-lista aðalmaður, Álfheiður Eimarsdóttir A-lista varamaður. Aðalfundur Verktækni: Sveinn Ægir Birgisson D-lista aðalmaður og Álfheiður Eimarsdóttir A-lista varamaður. Aðalfundur Sandvíkurseturs EHF, aðalmaður Sveinn Ægir Birgisson D-lista og Álfheiður Eimarsdóttir A-lista varamaður. Svo er það samráðshópur málefni fólks með fötlun. Aðalmenn: Helga Lind Pálsdóttir D-lista og Sveinn Ægir Birgisson D-lista, varamenn: Brynhildur Jónsdóttir D-lista og Kjartan Björnsson D-lista. Landsfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga. Aðalmenn: Kjartan Björnsson D-lista, Sveinn Ægir Birgisson D-lista, Álfheiður Eimarsdóttir A-lista, Arnar Freyr Ólafsson B-lista og Arna Ír Gunnarsdóttir S-lista. Varamenn á þann fund: Brynhildur Jónsdóttir D-lista, Helga Lind Pálsdóttir D-lista, Axel Sigurðsson A-lista, Ellý Tómasdóttir B-lista og Sigurjón Vítalín Guðmundsson S-lista. Svo mörg voru þau orð
Já, það hefur verið óskað eftir örstuttu fundarhléi og forseti verður við því, ekki við mörgum hléum í viðbót þennan daginn, en við gerum nú örstutt fundarhlé. Í bæjarstjórn Árborgar og við vorum að endingu að ræða samráðshóp málefni fólks með fötlun þar sem lagt til að Helga Lind Pálsdóttir D-lista verði aðalmaður, Sveinn Ægir Birgisson D-lista aðalmaður og Ellý Tómasdóttir B-lista verði þar aðalmenn og varamenn Brynhildur Jónsdóttir D-lista, Kjartan Björnsson D-lista og Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista. Þá hef ég náð að þylja hér alla upp í máli númer 8 fundinum og opna fyrir mælendaskrá ef einhver vill tjá sig þessa löngu upptalningu og allt þetta góða fólk sem þarna hefur lagt til. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, ég glimti hérna áðan, en ekki að það skipti neinu máli að við hefum ekki tekið til til neinna athugasemda sem við erum með hérna. Mér finnst ekki heppilegt að fólk sem er að vinna inn í stjórnsýslunni sé í nefndum. Mér finnst það bara ekki heppilegt. Og það er einn sem er í menningarnefnd og mér finnst það bara ekki viðeigandi. Ég myndi aldrei
bjóða mig fram í svona ef að ég væri starfsmaður inn í stjórnsýslunni og yfirmaður inn í stjórnsýslunni. En mér finnst þetta bara ekki heppilegt. Ég vildi bara koma þessu á framfæri að ég myndi vilja sjá þessum hlutum öðruvísi háttað. Takk fyrir þetta, Arna. Er fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða hér 8. liðinn á dagskránni, samkvæmt öllu því sem að framan hefur verið greint hér og upptalningu löngum. Vil ég endurtaki upptalninguna? Já. Er stíf óskum það? Nei, þá er samkvæmt því sem framan er sagt og í fylgiskjali með þessu gagni frá fundunum, þá er þarna stór og mikill hópur af góðu fólki sem hefur verið tilnefnt. Þeir sem eru því samþykk vinsalast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að 9. lið á dagskrá fundarins og það er kosning í embætti og nefndir 2022-26 og er haft hérna sér. Það hefur aðeins verið tekist á heiti þessarar nefndar, hvort hún heitir viðbragðsnefnd eða almannavarnaráð Árborgar eins og það var í upphafinu skýrt, en á meðan það ekki hefur verið klárað alveg til fullnustu þá höldum okkur við þann texta sem hér stendur, almannavarnaráð Árborgar, en það er gerð tillaga aðalmenn Kjartan Björnsson formaður D-lista, Viðar Arason D-lista, Sólveig Þorvaldsdóttir B-lista og varamenn Brynhildur Jónsdóttir D-lista, Guðmundur Ármann Pétursson D-lista og Arnar Páll Gíslason B-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu fólki samþykk vinsalast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 10. lið á dagskránni. Það er að fara út úr þessu hér í tölvunni. Svo ég sem þetta allt sem rétt hérna. Það eru reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Lagðar fram endurskoðaðar reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna ásamt greinargerð. Hér er lagt til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar og hér eru sem sagt fylgiskjöl 2 sem munu fylgja sem gagn málið og ég opna fyrir mælendaskrá. Álfheiður Eymannsdóttir bæjarfulltrúi Álista hefur beðið málið. Herra forseti, ég kem hér undir 10. lið dagskrár þessa stutta fundar bæjarstjórnar. Liðurinn fjallar launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Hér breytist í sjálfu sér ekki margt en með nýju meirihluta koma breyttar áherslur. Laun formanns bæjarráðs lækka að kröfu okkar hjá Áfram Árborg og með þessari lækkun þá náum við 4 milljóna króna sparnaði á ári fyrir sveitarfélagið. Takk. Takk fyrir þetta Álfheiður, eru fleiri, Fjóla, Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista beðið orðið og svo Sigurjón. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og aðrir tilheyrendur. Ég með eina spurningu varðandi þetta. Ég er mjög ánægð með að sjá að það sé tekið niður, en inn í fjárhagsáætlun fyrir 2024 vorum við með þetta niður í 21% og gerður ráð fyrir þá x hárri upphæð þar inni á skrifstofu sveitarfélagsins. Mér langar bara að spyrja bæjarfulltrúa hvar ætli að ná mismuninum að því sannarlega fórum við niður í 21% inn í þeirri áætlun. Takk fyrir það Fjóla, þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista beðið orðið. Takk fyrir, herra forseti. Já, liður áhugavert hjá bæjarfulltrúa Álista Álfheiði Eymannsdóttir. Í ljósi þess að á fyrsta fundi bæjarstjórnar
upp á þessa kjörtímabils, þá lagði hún meðal annars fram bókun ásamt okkur sem að vorum í þáverandi minnihluta. Ég ætla nú ekki að lesa hana alla, en í henni sagði meðal annars, með leyfi forseta, að þá bendum við á að ekki væru tilgreindar hverjar væru auknar skyldur formanns bæjarráðs vegna hækkunar upp í 65% af þingfararkaupi sem að var 21% og hafði verið full sátt meðal allra kjörinna fulltrúa á kjörtímabilinu á undan. Og við töldum mikilvægt að allar staðreyndir lægju fyrir svo að það væri einhvers konar rökstuðningur fyrir því í hverju þessi hækkun fælist, hvers konar starf væri að ræða eða hvaða verkefni væri verið að bæta við formann bæjarráðs sem krefðist þessara gífurlega háu hækkunar á þóknunar formanns bæjarráðs. Þrátt fyrir að eftir því að hafa verið kallað þá hefur aldrei komið nein skýring á því í hverju þessi auknu verkefni eða hvernig hlutverk formann bæjarráðs breytist. En það hlýtur að vera búið að skýra það út að einhverju leyti fyrir fulltrúum áfram Árborgar, þar sem að þau koma hér nú upp og berja sér brjóst fyrir að hafa nú þegar byrjað að láta til sín taka í meirihlutasamstarfinu sem gott og hafa náð að lækka þetta niður í 41%. Eftir stendur, og það er kannski ágætt ef að fulltrúi álistans getur þá svara því, í hverju felast þessar skyldur formanns bæjarráðs, þessar auknu skyldur, umfram þessar 21% sem allir voru sammála hér og var samþykkt í lok kjörtímabilsins 2018-2022. Hvaða breytingar hafa verið gerðar á starfi formanni bæjarráðs og af hverju er prósentan 41% af þingfararkaupi? 42 fyrir ekki þau, já ekki skánaði það nú. 42% afsakið. Og í hverju þetta liggur af hverju þessi prósent er svona. Og af hverju var þetta ekki bara fært niður í 21% eins og var búið að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun eins og bæjarfulltrúi Fjóla bendir hér réttilega á. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurjón. Nú bregður svo við að forseti þarf að fara á salerni og ég ætla að fá að hana Brynhildi Jónsdóttur varaforseta til þess að taka við. Eftir langa fundargöngu. Bragi Bjarnason. Já. Bragi Bjarnason. Þú gefum orðið. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, til að byrja að fara yfir nákvæmlega þessar tölur, því miður og eins ömurlegt er þá fljótt skipað stöður í loftið og það var myndað nýr og þessi áhersla kom inn og við horfðum á einmitt tölurnar þar sem við vorum búin að setja inn í áætlun, þau verkefni sem liggja fyrir og þau verkefni sem við höfum verið að vinna að sem er náttúrulega ástæðan fyrir því að við hækkuðum þetta hlutfall á sínum tíma og hefur gengið vel hingað til en það er satt, við vorum með fjárhæðir inn í áætlun þessa árs í stjórnsýslunni og með þessari lækkun sem kemur þarna inn erum við að tala um 4 milljónir sem koma þarna inn. Það kemur kannski má segja að það sé hægt að taka einhvern jákvæðan punkt út úr því miður að hafa þurft að fara í þessar breytingar núna en við það falla út áheyrnarfulltrúar í nefndum og það fækkar einn áheyrnarfulltrúa í bæjarráði frá og með eftir fundin í dag og þar heildarsparnaður eða hagræðing sem verður til við þessar breytingar allar er rúmlega 10 milljónir króna sem er vel yfir það sem var sett inn í áætlun hvað var þetta þennan lið
Þannig að það komum bara fram að það fylgi, en auðvitað þurftum við að því miður, bara við myndun ís meirihluta, það þarf að semja og finna flöt, bæði hverjir komin í nefndir og menn getum haft mismunandi skoðanir á því, en hérna inn í rauninni koma þessar hagræðingar inn að auki, sem bara þá jákvætt í þessu tilfelli, og við vildum bara að það kemur fram svona til samhliðar, þannig að, en auðvitað verkefninu ekki lokið þessum við erum að. Við þurfum áfram að vera með aðhald og hagræðingar í rekstri og það aðhaldskrafa inn í áætlun sem við þurfum að vinna áfram með. Það ekkert launungamál og við munum gera það. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Fjóla Steindóra Kristdóttir, bæjarfulltrúi Höfuðborgarmorði. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og aðrir tilheyrendur. Það alveg á kristaltæru að í fjárhagsáætlunarvinnu í nóvember sátum við á 3. hæðinni í Ráðhúsinu og horfðum að glærukynningu þar sem að fari sérstaklega yfir það að taka niður forma bæjarráðs frá með 1. júní niður í 21%. Það alveg á kristaltæru. Það er bara, við höfum það bara í gögnunum okkar. Þannig að ég fagna því auðvitað að það sé verið að fara niður í 40,2%. Ég hef viljað sjá það niður í 21%. Ég átta mig á því núna að ég að spara sveitarfélaginu fullt af peningum með þessu sem við erum að gera núna. Ef þetta eru 10 milljónir, þá bara finnst mér það frábært. Því á endanum snýst þetta það að spara bara fyrir heildina og verkefninu ærin og eins og ég sagði áðan, þá höldum við áfram, vonandi. En það algjörlega kristaltæru að á þessum fundi sem við sátum var talað um það frá 1. júní færi hún niður 21%. Ég veit að Sveinn Ægir og ég óska honum til hamingju með sitt starf, eða sinn formaður bæjarráðs og hann mun vera mjög flottur þar. Ég treysti honum 1000% fyrir því verkefni. Og þetta snýst ekkert um hann á neinn hátt. Það breytir því ekki að þetta átt að fara niður 21%. Og en að sé ekki áheyrnarfulltrúar, það bara, og við spörum okkur þar og að ég sé komin yfir, bara endalaus sparnaður, heyri ég, því að ég ekki með uppsagnarákvæði sem var alltaf og aldrei inni, eða alltaf ákvæði væri ekki inni og átti aldrei að vera inni, en það átti þetta bara að vera eins og var talað um, skipt á þessum degi og svo átti líka að vera kosningar á ákveðnum degi. Þannig að ég fagna því ef þetta eru 10 milljónir sem að sparast að því að ég fara út, þá það bara meir en ég þorði að vona. Það veit svo sem allt veit ég búin að spara fullt af peningum fyrir sveitarfélagið á ýmsu stöðum inn í kerfinu, en ég vil bara sé algjörlega hreinu að það var umrætt að við vorum ákveðna upphæð skráða á skrifstofu sem var þá inni í þessum pakka að taka niður forma bæjarráðs 20%. Að því sögður ég ekki að segja endilega að ég alls ekki að segja verkefni sé ekki ærin og Sveinn Ægir mun sinna því af heilum hug og 100%. Takk. Já, takk fyrir. Kjartan tekur þá aftur við stjórn fundarskrá Álfheiður Einarsdóttir. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Þá hefur Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi Álist að biðja orðið. Já, herra forseti, það vissulega rétt hjá félaga mínum Sigurjóni Vídalín bæjarfulltrúa að ég tók þátt í þessari bókun í upphafi kjörtímabils en það var í raun og veru stökkbreytingu að ræða. En ég vil bara benda á það að við erum í samstarfi þannig að það fá ekki allir allt sem þeir vilja. Við erum nokkuð ánægð með það sem okkur hefur þó áunnist með þessu og ég vil benda á það að hér sífellt talað þung og erfið og krefjandi verkefni síðustu 2 ár og að starfinu sé bara alls ekki lokið og þetta rétt. Við erum að fást við mjög erfiða og þunga hluti og það að stýra bæjarráði, það bara meira en að segja. Og ég vil líka benda á það að við höfum fjölgað til dæmis út af þessum erfiðu verkefnum og sístækkandi sveitarfélagi að þá erum við búin að fjölga bæjarstjórnarfundum hér í þessu sveitarfélagi. Þannig að ég tel mig ekki þurfa að skýra það nánar
hvaða verkefni og hvað gerir það að verkum að þessi lending 42% af þingfararkaupi að það var lausnin og lendingin. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, með orðið. Forseti, já, við erum hér að ræða starfskjör bæjarfulltrúa og það er verið að ræða hér, það er verið að gera eina breytingu og það er það sem liggur hér fyrir þessum fundi, það er ein breyting á starfskjörum bæjarfulltrúa og það er svo að það er þessi breyting að lækka þóknun formanns bæjarráðs úr 65% sem hún var hækkuð í úr 21% við síðustu kosningar og þannig að þetta er í rauninni hækkun núna með við það sem hún var og var búin að vera mjög lengi. Hún var búin að vera mjög lengi svo sama, 21% af þingfararkaupi. Það var ekki bara á síðasta kjörtímabili heldur og var hún búin að vera þannig bara frá því að elstu menn muna. Það er alveg lyginni líkast hvað fólk getur talið sér trúum í krafti eigin sannfæringar. Við gagnrýndum þetta auðvitað hér og bæjarfulltrúi álista auðvitað með okkur hérna og skýringarnar sem hún kemur með núna náttúrulega eru auðvitað í hæsta máta grátbróslegar. Við gagnrýndum þetta og lögðum fram bókun sem hún var með okkur í þar sem að okkur fannst þetta ekki bera vottum að meirihluti D-lista ætlaði sér að fara vel með fé í sveitarfélaginu og ekki að vera ábyrgt í rekstri eins og þeir gefa sig gjarnan út fyrir að vera. Það er einkennilegt að byrja rekstrarhagræðingu á að hækka launin sín 200%. Það er bara mjög sérstök rekstrarhagræðing. Og allt það að það er eins og enginn hafi verið að gera neitt hérna í gegnum tíðina í bæjarstjórn Árborgar. Það hafa löngum verið hérna mjög erfið og flókin verkefni. Það hefur bara verið þannig gegnum tíðina. Og og þetta að það sé eitthvað, auðvitað, það eru bara erfið tímar á Íslandi og ég meina, þetta er ekkert, mér finnst nú fólk vera að fara að berja sig ansi mikið. En það sem að við og þetta með að ég fullyrði það að allir aðrir stjórnmálaflokkar sem hefðu reynt þessa sjálftöku sem þetta í rauninni var, að hækka launin jafn mikið og gert var, þeir hefðu fengið hér fúla tómata í hausinn og það hefðu verið hér mótmæli á öllum götuhornum gagnvart þessu. En það er einhvern veginn eins og sumir, bara ef þið geta sagt hlutin nógu oft, þá fer fólk að trúa því og þeir sem segja og trúa því sjálfir á endanum. Af því að, eins og bæjarfulltrúi Sigurjón kom inn á áðan, það hefur aldrei, hvergi, nokkru sinni komið fram hvernig og hlutverk og störf formanns bæjarráðs hafa aukist. Það er eina sem að við höfum setið uppi með, það er að formaður bæjarráðs er búin að vera í sinni eigin persónulegu kosningabaráttu hérna á kostnað íbúa með skattfé almennings. Það er eina sem hefur bæst við. Hann er að halda fundi hér upp á eigin spýturnir og Eyrarbakkustókseyri og taka göngutúra með gömlu köllunum og í þetta hefur þessi viðbót okkar farið í. En á meðan þá höfum við ekki, á þessum 2 árum sem að bæjarfulltrúi Bragi Bjarnason hefur gegnt embætti formanns bæjarráðs, þá hefur hann fengið sem nemur 13 milljónum meira í laun heldur en hann hefði átt að fá ef allt hefði verið eðlilegt. 13 milljónir. Við höfðum ekki efni á að halda opinni hérna dagdvölinni fyrir aldraða í sumar. Það hefði kostað okkur 4 milljónir en við áttum 13 milljónir til að hækka laun formanns bæjarráðs. Þetta finnst mér algjörlega óásættanlegt. Þetta er bara algjörlega óásættanleg ákvörðun. En þetta gat fólk talið sér trúum að væri eðlilegt. Þetta er ekki eðlilegt.
svona meðferð með skattfé almennings er ekki eðlileg. Og það að hafa lækkað þetta niður í 42%, ég myndi vera smá svegt náttúrulega ef að ég væri nýr formaður bæjarráðs, ég meina hvort að hann er eitthvað minna virði heldur en fráfarandi formaður, þetta ekki nógu góð tilfinning, en ég treysti því að nýr bæjarfulltrúi, eða nýr formaður bæjarráðs sé búin að hafi sagt upp núverandi starfi sínu að því að hann er komin í hátt í 75% starf með öllum hlutverkunum sem hann er komin í núna hjá sveitarfélaginu og rúmlega það. Þannig að það er mikið á hans könnu og margt á hann lagt, en það er bara alveg sama hvernig við snúum þessu, að ef maður gefur sig út fyrir að vera góður rekstrarmaður og flokkur sem er ábyrgur þegar kemur rekstri sveitarfélagsins, þá fer maður auðvitað eftir því sem stendur í fjárhagsáætlun. Það er náttúrulega komið fram það var ekki gert ráð fyrir því að hann fengi 42% þóknun, heldur 21%, og maður reiknar rétt. Þetta er ekki rétt reiknað út frá hagsmunum sveitarfélagsins og þetta er ekki ásettanleg ákvörðun. Takk. Takk fyrir þetta Arna Ýr, þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-listar beðið orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum að ræða í rauninni í sjálfu sér laun, þar sem að það er verið að kasta til í rauninni prósentu til og frá, það er verið að reyna áallana á einhverjum tímapunkti og svo verið að reyna rökstuðana með mjög róma rökum. Það er verið að kalla eftir því frá minnihlutanum og einhver ber í meirihlutanum svo litið að taka það alvarlega og væri gott að sjá hreinlega einhvers konar sönnun á því að þetta sé réttlætanlegar breytingar á prósentum eða á launum. Ég meina, hverjar eru tímaskráningarnar? Hvernig hefur þetta verið? Er þetta réttlætanlegt í 21%, 65%, 80% eða hvað? Við þurfum aðeins að rökstyðja betur svona ákvarðanir þegar við erum að leggja þetta fram, vegna þess að er bara meirihlutin að verða fyrir svona svolítilli hendistefnu. Já, við sömdum bara svona. Nú, já, ok, þið sömdu svona. Af hverju sömdu þið svona? Já, þetta er svo mikið vinna. Þannig að þetta er í rauninni bara mjög slök rök fyrir því að breyta svona launum fyrir svona mikilvægt embætti innan stjórnkerfisins. Við verðum að taka þessar ákvarðanir alvarlegar. Ekki bara að við sömdum þetta svona. Heldur við sömdum svona vegna þess að og svo kemur skýringin. Og ég bara hvet til aðeins agaðri vinnubragða hjá meirihlutanum og það væri bara gott að sjá skýringu á þessu og kalla eftir því hér með. Takk. Takk fyrir það Arnar Freyr. Þá er Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-listar beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég verð nú að segja eins og að mér finnst þetta eiginlega bara pínu grátlegt. Að ég væri virkilega til að sjá, bara ég tek undir það sem að Arnar Freyr var að segja áðan og Arnar, sko, þegar að þetta var hækkað þannig upp í 65% þá fengum við greinagerð með tillögu breytingar og annað sem sagt varðandi þau verkefni sem að þetta starf átt að sinna. Það er svo sem ekki mikið innihald í því nema bara að markmið sé að vinna enn betur á málefnum og heildarsýn sveitarfélagsins. Ég væri virkilega til að sjá hvernig það hefur skilað sér og eins og Arnar nefndi áðan bara tíma og annað sem hafa farið í þetta. Alls ekki að gera lítið úr vinnu þess sem hefur verið í þessu, tökum bara persónur algjörlega út úr menginu og að það sé þá líka hægt að fara úr 65
úr 21 upp í 65, svo niður í 42, þú veist, hvað er á bakvið? Ég vil fá annað svona bréf sem segir mér hvað er í þessum 42%. Er það líka bara skilvirkni fyrir stjórnsýsluna, frekara samtal við íbúana eða hvað er það? Það er eina sem ég bið og eins og ég segi bara, það er eiginlega fáránlegt og líka bara út frá því að, þú veist, erum við þá að segja okkur að sá aðili sem hefur verið að sinna þessu var þetta ekki til þess fallega, þú veist, er þetta starf ekki þannig að hann hefði átt að vera í þessu allan tíma. Það er pínu verið að segja, þú veist, já ok, þetta var ekki að virka, færum þetta bara aftur niður. Þú veist, það er það sem maður fær svona út af við, maður horfir á þetta, sé þetta rokka með tölur fram og tilbaka. Ég vil bara allavega kalla eftir því að við fáum greinagerð með því hvað felst í þessum 42%. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Fleiri sem vilja tjá sig. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Já, herra forseti, bara góð punktur hjá Ellý. Það er einmitt mjög eðlilegt, bæjarfulltrúi Ellý fyrirgefðu, mjög eðlilegt að það séu lögð fram gögn sem annars vegar þá sýna svart á hvítu í hverju þessi hækkun fólst. Það er að segja hvað var á bakvið hana, hvaða starf var verið eða störf var verið inna að hendi. Númer 2. Þetta er lækkanir í 40 og hvað 1% núna? 42%. Hvað datt út og hvað er ennþá inni? Sko, þið eruð ekki að semja laun á almennu vinnumarkaði eða hjá einkafyrirtæki. Þetta er skattfé. Og sko, mér finnst það bara eiginlega ekki ganga upp þegar að bæjarfulltrúi Bragi segir hér að því að dett út svo margir áheyrnarfulltrúar að þá sé hægt að nota þá peninga til að borga fyrir þessa hærri prósentu formann bæjarráðs. Þetta bara gengur ekki upp í mínum huga. Við getum ekki bara verið að nýta þessi embætti sem okkur er treyst fyrir sem einhverja bitlinga og kaups í einhverjum pólitískum leik. Það er bara ekki í boði. Þess vegna, einmitt þess vegna, hefur verið lögð sérstaklega mikil áhersla á að það sé sátt þessar prósentur sem að bæjarfulltrúar og nefndarmenn og svo framvegis, þeir sem sinna hér störfum, kjörnir fulltrúar sem sinna hér störfum fyrir sveitarfélagið, það sé sátt það. Það sé sátt allra, að allir séu samþykkir, allir geti skrifað upp á það. Og ef að það er orðin svona nauðsynlegt að forma bæjarráð sem svona hátt launaður, þá er bara koma með það fram, leggja það á borðið. Það getur vel verið að þetta sé allt rétt. Ég bara veit það ekki frekar heldur en Jón og Gunna út í bæ. Núna lítur þetta bara þannig út að hér er bara verið að hækka og lækka einhverja prósentur eftir einhverjum hentuleika. Og bara svona til að benda á eitt í lokin að það hefur til dæmis ennþá ekki breyst í ráðningarsamningi bæjarstjóra að hann á að sjá það að undirbúa fundi bæjarráðs. Þannig að það er allavega ekki verkefni sem hefur flust yfir á forma bæjarráðs, að undirbúa fundi bæjarráðs. En það er kannski áhugavert að sjá hvort að það væri eitt af verkefnunum sem að réttlætti þá kannski hærri prósentu. Þannig að ég hveti ykkur til að leggja fram einhver gögn, einhvern rökstuðning, eitthvað annað en bara að því bara. Fyrir því að þessi prósenta á að vera svona eins og þau eru að leggja til. Þangað til, þá get ég ekki samþykkt. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Þá hafa nú komið held ég öll sjónarmið fram.
Eru fleiri sem að, ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-Setu beðum örstutt fundarhlé og forseti ætlar að verða við því í örstutta stund. Takk.
fundi fram haldið þessum 40. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabilið 2022-26 og við vorum að klára hér að ræða 10. lið á dagskrá fundarins sem reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Þetta hér hafi verið lagðar fram endurskoðaðar reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Arna Ýr Gunnarsdóttir óskaði eftir fundarhléi, bæjarfulltrúi í S-lista, en þá er komið að því að greiða atkvæði þennan 10. lið á dagskránni. Þeir sem eru honum samþykkir vinsamlegast gefi merki. Þeir sem eru honum ósamþykkir eða ósammála, það er samþykkt með 6 atkvæðum, 5 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista og 1 atkvæði bæjarfulltrúa A-lista og á móti greiddu atkvæði 2 fulltrúar B-lista, 2 fulltrúar S-lista og 1 fulltrúi D-lista. Þá er það, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, hér ætla ég að gera grein fyrir mótatkvæðum frá bæjarfulltrúum S-lista og B-lista og það hljómar svo: það veldur undirrituðum gríðarlegum vonbrigðum að nýr meirihluti skuli ekki fylgja samþykktri fjárhagsáætlun og hækka þóknun formanns bæjarráðs úr 21% af þingfararkaupi eins og samþykkt var í 42%. Undirrituð ítreka ákall sundurliðun á störfum fráfarandi formanns bæjarráðs sem kallaði á hækkun og þóknun formanns úr 21% af þingfararkaupi í 65%. Til viðbótar er óskað eftir sundurliðun á verkefnum nýkjörins formanns bæjarráðs sem réttlætir hækkun úr 21% samkvæmt fjárhagsáætlun í 42%. Undir þetta skrifa Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista, Arnar Freyr Ólafsson B-lista og Ellý Tómasdóttir B-lista. Takk fyrir þetta, Arna. Þá göngum við til 11. liðar á fundi bæjarstjórnar. Það er fundartími bæjarstjórnar kjörtímabilið 2022-26 og hér er lagt til að næsti fundur bæjarstjórnar verði 12. júní næstkomandi og ég opna fyrir mælendaskrá, einhver við tjá sig það, annars mun ég bera það upp til atkvæða. 12. júní. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég það upp til atkvæða. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerðir, ungmennaráð, 3. fundur haldinn 7. maí síðastliðinn, þetta er 12. mál og dagskrá fundarins. Ungmennaráð. Einhverju sem vilja tjá sig það. Ef svo er ekki, þá förum við í mál nr. 13, eigna- og veitunefnd, 31. fundur haldinn 7. maí síðastliðinn. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Beðum orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er svona að rofa til víðar en bara í A-sjóði. Það eru B-hlutafélögin líka sem eru farin að reka sig aðeins betur í kjölfar þess að auðvitað notkun heita vatns var aukin og það var kuldakast í fyrra. Og svo líka hitt að við erum að sjá hækkun á heitu vatni núna sem var samþykkt. Þannig að við erum svona að sjá fyrir endan á því að B-hlutafélögin eru einhvern veginn að draga lappirnar í viðsnúningnum. Það er eiginlega að verða raunveruleiki núna. Og við áttum ágætan fund undir stjórn núverandi og áframhaldandi formanns og við vorum að ræða þarna reksturinn. Og ég vil eiginlega ítreka það undir þessum lið eða undir þessari fundargerð að það verði haldið áfram á þeirri braut með nýjum meirihluta að stuðla að því að einangra raunverulega rekstur veitnanna og mögulega sameina
vatnsveitu, fráveitu og hitaveitu í eitt félag sem að sinnir þessum lögbundnu skyldum og gera það vel, hefur til þess fjármagn, bæði til þess að styðja við endurnýjun með betri hætti en gert er núna, þar sem að, og er engum að kenna í sjálfu sér, það er bara innviða skuld og það hefur verið til lítið fjármagn, en núna rofar vonandi til, en það verður ekki gert nema með í rauninni markvissum hætti að einangra reksturinn, passa upp á að það sé hægt að halda þessu kerfi, þessum 100 kílómetrum á lögnu sem við erum með hér í jörðu allt sveitafélagið og ég í rauninni, eins og ég segi, þarna var tekin fyrir ársreikningur í seinni umræðu og var það vel, en ég vil bara árétta og hvetja okkur áfram í því að vinna í þessa átt, einangra veiturnar, reka þær vel og ennþá betur til þess að tryggja afhendingaröryggi á heitu vatni, köldu vatni og ekki síst að við losnum við skólpið. Takk. Takk fyrir það, Arnar og fleiri. Ef svo er ekki þá fyrir við í 14. lið á dagskrárfundarins sem er umhverfisnefnd 16. fundur haldinn 7. maí síðastliðinn. Hvernig sem við tjásum það. Ef svo er ekki þá fyrir við í 15. mál á dagskrá, skipulagsnefnd 28. fundur haldinn 8. maí síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig þar. Ef svo er ekki þá fyrir við í 16. lið, það er bæjarráð 87. fundur haldinn 16. maí síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig þar. Ef svo er ekki þá fyrir við í Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi B-lista að morði hér á 12. stundu. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mér langaði bara að koma hérna inn undir fundagerð hjá bæjarráði. 5. lið í fundagerðinni þar. Bara pínu brýning til okkar og því ég sé að þessu máli eru frestað sem að ég er mjög ánægð með. Bara varðandi eins og Austurveg 2A, það er nú búið að vera girðingarna fyrir aftan hús í lengri tíma, fulla drasli og rusli og það yrði hræðilegt ef það yrði sett þessi girðing sem þessi teikning er af og við vitum ekkert hvenær verður byrjað á einhverju meiru, hvort hún verði þarna í 4 ár eða hvað og heldur áfram að safnast bara spýtur og rusli, þetta er bara geymslusvæði. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þetta sé skoðað vel og vandlega áður en við förum í eitthvað leyfi varðandi þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá förum við í 17. og síðasta lið fundarins, það er bæjarráð 88. fundur haldinn 23. maí síðastliðinn. Einhver sem tjá sig hann. Ef svo er ekki, þá hefur dagskráin verið tæmd og fundi er því formlega slitið. Við hittumst miðvikudaginn 12. júní næstkomandi, ljúfar stundir.